Ég vil bjóða okkur hjartanlega velkomin til þessa kynningafundar sem kirkjuráð heldur hér í safnaðarheimili Glerárkirkju. Ég vil bjóða frambjóðendum okkar, eða kandidatana öll innilega velkomin og vona við góðan fund hér í dag. Og ekki síst vil ég þakka starfsfólki Glerárkirkju sem hefur lagt sitt af mörkum til þess að þessi fundur mætti verða veruleika og haldinn með sóma. Og líklega á engan hallan þótt ég nefna Péturs Björgvins Þorsteinssonar djákna og Sverris Pálmasonar, Jóns Oddgeirs, Rósu ráðskonu og séra Árna Svans Daníelssonar sem kemur og mun taka fundina að einhverju leyti upp allavega. Form fundarins með þeim hætti að hvert þeirra mun sig halda 7 mínútna inngangserindi að hámarki og ég hef skipað sérstakann tímavörð, farið fram á það við Hildi Sigurðardóttur að hún gæti þess að allir haldi sína tímamarka og mun þá gefa merki ef það bregst. 7 mínútna inngangserindi ákveðinni röð og eftir það munum líklega gefa örfára mínútna leyfi til þess að standa upp og fá sér kaffibolla eða fara á snyrtingu eins og verða vill. Og eftir það munum við bera upp örfáar spurningar til fólks, skellum kannski 2 spurningum saman í eina umferð. Við höfum gert ráð fyrir 2 mínútum í hvert svar og ef tími eru knappur þá hugsanlega styttum við tímann í einhverjum tilvikum en við erum auðvitað kandidatanum vera skýra og skorinorða. Og já, bara ítreka þakki mér til starfsfólks Glerárkirkju sem hefur mikið lagt á sig og vona að við eigum. Já. Hvað sagður að mínúturnar væri margar sem við höfum til að svara? Það er 2 mínútur í hvert skipti til að byrja með allavega. Svo kannski ef að tími verður mjög knappur, vona að við 2 spurningar á 2 mínútum. Já, 2 spurningar á 2 mínútum. Og ég vil bara rétt helga þessa samveru með því að hafa hugföst orð Davíðssálmsins: Lofa þú Drottinn sála mín og allt sem í mér er, hans heilaga nafn. Lofa þú Drottinn sála mín og gleym eigin einum velgjörðum hans. Já, Drottinn blessi okkur þennan fund og gefi hér góða samveru í dag og að þetta framboð megi verða þjóð og kirkju til heilla. Og ég er ekki nokkur vafa að þetta eru allt fulltrúar sem verða landi og líði til sóma. En ég hef dregið röðina þannig að sá sem fyrst tekur til máls, það er aðili númer 3, síðan er það sæti númer 1, síðan sæti 7, sæti númer 6, sæti númer 5 og síðan 2, 8 og síðast 4. Það var Pétur sem stokkaði þetta blindandi fyrir mig áðan. Og ég ætla ekki á þessi aðfarar lengri en gef fyrsta kandidatanum færi á að flytja sína framsögu og það er séra Þórir Jökull Þorsteinsson. Gjörðu svo vel. Góð systkin, Guð blessi skref ykkar allra á þennan fund og veru ykkar hér. Ég heiti Þórir Jökull Þorsteinsson, er 52 ára. Foreldrar mínir eru Ásta Sigurðardóttir, lífsskáld og listakona sem er látin, og Þorsteinn Jónsson frá Hamri, skáld og rithöfundur. Eiginkona mín er Pía Hædý Þorsteinsson. Við eigum eina dóttur, Silju Theodóru, sem fæddist á liðnu ári. Fyrir á ég dótturina Sigurveigu, fædda 1983. Hún er læknir, búsett í Svíþjóð, ásamt eiginmanni og 2 börnum. Síðasta áratuginn gegndi ég embætti sendiráðsprests í Kaupmannahöfn og var því prestur Íslendinga í Danmörku þann tíma. Þangað fór ég frá Selfossi, þar sem ég var sóknarprestur í 7 ár. Á þeim árum var ég tíma settur prestur í ensku kirkjunni í Lincoln biskupsdæmi á Englandi, samkvæmt sáttmála gagnkvæma viðurkenningu kirkna Englands og Íslands. Þjónusta mín sem sóknarprests hófst hins vegar hér á Norðurlandi. Ég var vígður til Grenjaðarstaðar árið 1992 og þá auðvitað til sóknanna
í Nesi, á Einarstöðum og á Þverá. Ég bý eins og fara gerir með 50 mann að margvíslegri lífsreynslu, bæði ljúfri og sári, og eins hef ég að ýmsu komið á vinnumarkaði. Ég vann eins og við flest höfum gert við eitt og annað til sjós og lands sem ungur maður, en Norðlendingar sáu mig fyrst ég kom til búfræðináms á Hólum í Hjaltadal, 15 ára gamall, haustið 1975. Því næst sáu þið mig sem bókhaldsráðgjafa bænda hjá Búnaðarsambandi Eyjafjarðar, en hingað kom ég til starfa vorið 1985 að loknu samvinnuskólaprófi og bjó þá á Möðruvöllum í Hörgárdal í næsta húsi við séra Pétur. Blessuð sé minning hans. Skömmu síðar gerðist ég frétta- og dagskrárgerðarmaður hjá RÚVAG og ef til vill muna einhverjir hér enn eftir rödd minni í viðtækjunum. Hvað varðar ýmis trúnaðarstörf mín öllum viðstöddum velkomið að kynna sér það helsta í þessum pésa hérna. Inn í honum mynd af Goðafossi. Kæru vinir, gjöf trúarinnar innsta og helgasta málefni kirkjunnar. Hún lífsvegur okkar sem játum trú á Jesúm Krist og kirkja landsmanna hefur aldir verið borin uppi af trúnni þar sem hún bjó í brjóstum þeirra sem á undan okkur hafa gengið. Trúin og líf hennar hafa því til langs tíma verið næsta sjálfsagður þáttur í þjóðfélagsvefnaði okkar Íslendinga. Vissulega hefur kirkjuna blásið, en við þennan samfélagssáttmála virðast nú sett stærri og fleiri spurningamerki sem varða stöðu þjóðkirkjunar meðal landsmanna. Við erum kölluð til þess að gá að okkur með þeim hætti að trúin lifi og að kirkja okkar verði áfram þess megnu að starfa hvarvetna í landinu og gæti þar að þessu lífssambandi manna við góðan Guð. Ekkert kemur í stað hins staðbundna safnaðar, kirkjunar á hverjum stað. Hún samfélag fólks sem kemur saman til helgihalds og annarar þeirrar iðju sem eflir samfélag þess, gleði og lífsfyllingu. Þjóðkirkjan, hún reisir sig því aðeins við. Gangist hún við þeim sérleika sínum og sé trú því verkefni sínu að vera samfélag þeirrar endurlausnar og gleði sem Guð hefur fært mannkyninu í Jesú Kristi. Við erum hér því ekki bara að ræða mikilvæga þætti skipulags og fjármála, heldur það að við erum samfélag hina kristnu von til handa landsins börnum. Og góð systkin í drottni, ég lít ekki svo á að það að gefa kost á sér til biskupsembættis sé eins og hvert annað framboð. Heldur sé það umlukið helgri köllun umfram löngun í starfsframa. Mér sæmir því ekki að mæla úr hófi fram með sjálfum mér, en vil að þið vitið að Guð hefur gefið mér djörfung til þess að láta nefna nafn mitt og birta persónu mína í þessu sambandi. Og það hefur verið mér gleðiefni. Hlutverk biskupa á hverri tíð að gæta að lífi kirkjunnar í því umdæmi sem þeim trúað fyrir. Biskup vinnur biskupsverk, hefur tilsjón með almennri þjónustu sem veitt á vettvangi safnaðanna og honum ber að rækja hlutverk sitt í kærleika og af alúð. Staða og líðan vígðra þjóna, bæði presta og djákna, biskupi hugleikin. Hann fyrst og síðast prestur. Hann prestur með þeim og öllum öðrum
sem sinna hag safnaðanna, trúnaðarvinur sem ber tilveru þeirra og líf fyrir brjósti. Hann þarf að vera söfnuðum og þjónum þeirra nærri til að efla samhug fólksins og styrkja innviðina í því húsi Krists sem biskupsdæmi hans er. Ég eindregið þeirra skoðunar að þetta knýi okkur til að vinna að því að Ísland verði fleiri fullgild biskupsdæmi en eitt og að á Hólum og í Skálholti sitji fullmyndugir biskupar. Kæru vinir, kirkjan hefur áhrif langt út fyrir raðir þeirra sem henni fylgja beinlínis. Henni er þó ekki ætlað að vera eins og öflug stjórnmálahreyfing, heldur á styrkleiki hennar að fullkomnast í veikleika, jafnvel eins og væri Kristur andspænis Pílatusi á hverri tíð, hann sagði honum að til þess væri hann í heiminn kominn að bera sannleikanum vitni. Sé þjóðkirkjan á hverri tíð sem henni ber, framtíðin ekki kvíðaefni, heldur tilefni fögnuðar. Ég bara venjulegur strákur sem ólst upp í Árbæjarhverfinu í Reykjavík meðan það var að byggjast upp. Ég af alþýðufólki kominn, foreldrar mín eru Sigurjón Ari Sigurjónsson og Þóra Gunnarsdóttir. Eiginkona mín Þóra Margrét Rist Þórarinsdóttir. Það kona sem situr þarna og horfir aðdáðanaraugum hérna upp í ræðupúlti. Og við eigum Önnu Margréti sem verður 22 ára í maí og Ara Þór sem verður 19 ára í apríl. Ég hef alla tíð þekkt Jesú og alinn upp í kristinni trú, sérstaklega föður mínum sem einlægur trúmaður og syngdi mig bæði kvölds og morgna og sérstaklega þegar ég fór í hreina flík úr baði. Frá því ég man eftir mér hefur faðir minn sinnt sjálfboðnu starfi fyrir þjóðkirkjuna á margvíslegan hátt. Ég því alinn upp við það að kirkjan fólkið sem lætur sér annt hana. Ég alinn upp við kirkjuleikmannsins. Sú biskupskosning sem nú stendur fyrir dyrum eitt framfaraskrefið í þeirri lýðræðisþróun sem á sér stað innan þjóðkirkjunar. Þetta breytta fyrirkomulag hreyfði við mér að gefa kost á mér, enda það stórkostlegt að fara landið að kynna stefnumál sín með þeim hinum sem einnig sækjast eftir þessu embætti. Dýrmætara þó að fá tækifæri til að hlusta eftir því sem varðar þjónustu þjóðkirkjunar vítt og breitt landið. Biskupsefnin 8 á fundi skreppa og aðra hafa líka sér til reiðar, en Gunnar Digri fer á gömlum jeppa sem gagnast skildi honum þessar veiðar. Með Þóru sinni ekur götur greiðar, en gafst þó flugið heim til Egilsstaða, jeppinn dugar vel dal og heiðar, í dimmum éljum lætur gripinn vaða. Á fundunum feiki góður andi, og flestir sína gleði taka óðar, allt yfirleitt í góðu standi og áttmenningar flytja ræður góðar. Þau kirkjufólki kynna í ræðu sinni, svo kostulega öllum hér ég stefni, aldrei hafa enn í manna minni meira talað nokkur biskupsefni. En þegar fundarferðin átt að hefjast, fann ég hvernig móður aukast vildi, það fyrir átti ekki mér að vefjast, ávarpaði Þóra af sinni mildi. Gunnar minn, þig hef ég ávallt alið og aldrei valið nema besta fóður, nú árangur í fundargengi falið, svo fyndu styrk þinn þar sem þú ert góður. Það var eins og blessuð skepnan skildi og skarplega sér tók af helgi móð, settist niður vandlega nú vildi vefja ræðu sína í þetta ljóð.
Ég stjórnsýslunar einfalda allt kerfið, því eiga vil ég samleið kirkju við. Herferð þessi ekki reynist erfið, áfram vil ég halda þessum sið. Ég vil vera hér og halda ræður, hitta sóknabörnin allstaðar, sjálfur hitta systurnar og bræður, síður kontoristi vera þar. Á Laugaveginn langar mig að ráða, leikmenn sem að skýrslu kunna hald. Heldur vil ég hvetja fram til dáða, helgi því mér þvílíkt biskupsvald. Ég býðst að halda vel til haga, hverju því sem Kristi ber. Það sem laga þarf, skal laga, en leita í þess sem fundið er. Krist til stýri skulum stefna, staðföst eins og vera ber, heitin lífsins lofum efna, leiðtogi hans sannur er. Þakka ykkur fyrir. Fundarstjóri og góðu fundarmenn, ég hér með órímað prósaljóð, vona það sé í lagi. Ég heiti Sigríður Guðmarsdóttir og gef kost á mér til biskupsþjónustu. Ég 47 ára að aldri og alin upp á Seltjarnarnesi. Ég var alin upp í kristinni trú, sótti KFK starf og sunnudagaskóla sem barn og gerði sjálfboðaliði í sunnudagaskólanum 8 ára að aldri. Ég hóf nám við guðfræðideildina ungað árum og víðist til prests 25 ára að aldri. Ég gift Rögnvaldi Guðmundsinni frá Bolungarvík og eigum við 3 syni, Hjalta, Hraunberg og Guðmar. Fyrsta prestakallið mitt var Suðureyri við Súgandafjörð, lítið prestakall við Ystahaf þar sem samgöngur voru gríðar erfiðar. Við fluttum síðan hingað til Akureyrar árið 1994. Yngsti strákurinn okkar skírður einmitt hér í Glerárkirkju og ég söng vetra langt í kór Akureyrarkirkju. Ég var kölluð aftur vestur til að þjóna eftir snjóflóðið í Súðavík vorið 95 en tók að því loknum við Ólafsfjarðarprestakalli. Í þeim fagra fjallareit undum við fram til aldamóta og á þeim árum var lokið endurbyggingu Ólafsfjarðarkirkju sem að ég kom mikið að. Ég var líka formaður kristnitökunefndar Eyjafjarðarbrófasdæmis sem hélt árið 1999 glæsilegar kristnitökuhátíðir á Akureyri og í Kjarnaskógi. Hvað voru nú margir hér á kristnitökuhátíðinni? 1, 2, einhverjir. Ég held að til Bandaríkjanna voru 2000 þar sem ég fór í doktorsnám og ég sinnti líka preststörfum þar ytra. Síðustu 8 árin höfum við síðan dvalið í Grafarholti í Reykjavík þar sem ég starfa sem fyrsti og eini sóknarprestur hverfisins. Ég lauk doktorsprófinu 2007 og hef síðan starfað sem stundakennari og lektor í guðfræði með preststörfunum. Í prestskap mínum þá hef ég sinnt fólki í sveit, bæ og borg og tekið þátt í að byggja upp kirkjustarf frá grunni í splunkunýju hverfi. Ég hrifin af frumkvöðla starfi og mér þykir gaman að takast á við krefjandi verkefni. Og verkefnin framundan eru krefjandi. Þjóðkirkjan á mestan auðsinn í þeim fagnaður boðskap sem hún send til að flytja íslensku þjóðinni. Hún á sterk tengsl við þjóðina í hefð og sögu og hún á vígða þjónustu, starfsmenn og sjálfboðaliða út allt land sem að vilja hagana sem bestan. Og þetta eru stærstu styrkleikar þjóðkirkjunnar og það sem hún þarf að byggja á næstu árum. En veikleikarnir eru líka margir og við þurfum að vera óhrædd við að nefna þá. Traust á þjóðkirkjunni hefur farið hraðminnkandi á undanförnum árum. Yfirstjórn kirkjunnar hefur átt erfitt með umræðu samkynhneigð og að vinna úr gömlum deilumálum vegna ásakana kynferðisofbeldi. Ein hjúskaparlög hafa nú verið sett og að mestu hefur tekist að vinna úr hinum erfiðu málum varðandi kynferðisofbeldi og kynferðislega áreitni í kirkjunni. En sárin eru ennþá stór og þau þarf að græða. Sóknargjöldin hafa verið skert mikið og umræður á loftum aðskilnað ríkis og kirkju. Efnahagshrunið hefur gert það að verkum að færri og færri treysta stofnunum og grunnstoðum samfélagsins svona yfirleitt. Og innan kirkju samfélagsins sjálfs, það þarf líka margt að laga. Mörgum þykir boðvaldið að sunnan of sterkt og að of lítill gaumur sé að starfsmönnum gefinn. Þegar litið til yfirstjórnar kirkjunnar kemur líka óeðlilegur kynjahalli karla og kvenna skýrt í ljós.
Af 5 nefndarmönnum í kirkjuráði er bara 1 kona og konur eru enn mikill minnihluti á kirkjuþingi. Við eigum ríka biskupahefð í landinu. 110 hafa þeir orðið frá vígslu fyrsta biskupsins 1056 og engin þeirra er kona. Ísland er eina þjóðin á Norðurlöndum sem aldrei hefur vígt konu biskupsvígslu. Þegar litið er yfir yfirstjórn kirkjunnar, þá kemur hinn gamla undirskipun kvenna og ósýnileiki í ljós. Kirkjan á sér sterka hefð í sjálfboðaliði starfi kvenna, en þegar kemur að valda embættum hennar og víðri þjónustu, þá er bekkurinn raðaður karlmönnum. Þetta veit og sér íslenska þjóðin og hún gerir kröfur að þjóðkirkjan iðki jafnrétti og virðingu, ekki aðeins í orði, heldur líka á borði. Í gær vorum við hjónin á ferð frá Ísafirði til Akureyrar. Þegar við vorum að fara fyrir Kambsnesið sunnan Súðavíkur, þá skall á svo hroðalegt kóf að við sáum ekki út úr augum. Fyrir neðan gafti þverknýpið og Ísafjarðardjúpið úlfgrátt fyrir neðan. Við slíkar aðstæður er bara eitt að gera, stöðva bílinn og rýna út í kófið. Við þurftum að átta okkur á aðstæðum og greina það rétt. Og ég trúi því einlæglega að það samtal biskupsefna og kjörmanna sem nú hefur farið af stað og þær biskupskosningar sem nú standa yfir séu upptaktur slíkra rýningar þar sem við pýrum augun út í kófið og leitum eftir vegstigunum sem kom okkur í gegnum erfiðleikana. Jesús sagði sjálfur að hann væri vegurinn, sannleikurinn og lífið og það liggur mikið undir því að við fylgjum þeim vegi sem hann lagði. Og það sem meira er, við þurfum að vinna þetta verk í raunsæi en jafnframt von, einingu og bjartsýni til þess að við getum komið fram sem sterkt og ósundrað afl í þágu Krists og allra manna. Fylgjum stigunum og hinum megin við erfiðleikana bíður okkar sól og fagurt veður. Mér langar til að enda þessi upphafsorð mín á að segja ykkur sögu frá því þegar ég bjó á Akureyri og fór í inntökupróf í kór Akureyrakirkju. Ég var með 2 yngri strákana með mér og barnavagnin og flæktist hingað í snjónum og sonur minn 4 ára var alveg skelfilega erfiður. Þegar við komum að safnaðarheimilinu blasti við dyrabjalla á húsinu og hann rauk auðvitað strax á bjölluna. Ég kallaði ekki ýta á bjölluna og stráksi gerði auðvitað þvert á vilja móður sinnar og hringdi. Í sama augnabliki sló klukkan 3 og allar klukkur að Akureyrakirkju byrja að hringja. Og aumingja barnið fór að gráta og starði á fingurinn á sér og dyrabjölluna til skiptis. Gerði ég þetta, mamma, sagði hann. Stundum horfum við of á fingurna á sjálfum okkur og örsmáar dyrabjöllur í staðinn fyrir að hrífast með í óendanlegum bjölluslætti Guðsríkisins. Guð býður okkar í óendanleika og fögnuði sköpunarverksins. Það er okkar hlutverk í kirkjunni að hjálpa öðrum til að taka eftir þessu mikla klukknaslætti og taka þátt í samhljómi trúarinnar. Og það er í þeim anda sem er varkár og greinandi í kófinu, en glaður og fagnandi í klukknaslættinum, sem ég býð mig fram til þjónustu biskups í Íslensku þjóðkirkjunni og ég bið stuðning ykkar. Já, ágætu fundarmenn, fundarstjóri og góðir biskupskandidatar. Takk fyrir að fá að vera með ykkur hér í dag og það er gott að koma hér í Glerárkirkju og til Akureyrar. Og þetta hafa verið góðar ferðir hjá okkur og góði fundir og gaman að fá að taka þátt í þessu. Svo ég byrji nú á því að kynna sjálfa mig. Þá heiti ég Þórhallur Heimisson og ég er fæddur 1961 og er því 50 ára gamall. Nú það var einhver kollegi minn sem spurði mig þegar ég bauð mér fram fyrst hvort að ég væri kannski of ungur í þetta og þá var annar sem sagði já þú getur alveg örugglega sagt við fólk að þetta muni nú eldast að þér á þess að vera neitt að reyna að plata aðra. Ég er giftur séra Ingileif Malberg sem að situr hér og er með mér í dag en hún er sjúkrahúsprestur á Landspítalanum í Reykjavík og við eigum 4 dætur, eina 24 ára sem er í læknisfræði, aðra 20 sem er stödd í Lagos í dag, eina 19 ára og svo eitt lítinn strák Heimi sem er 6 ára.
Faðir minn var séra Heimir Steinsson, fyrrum sóknarprestur á Þingvöllum og rektor í Skálholti sem lést árið 2000 og móðir mín er Dóra Erla Þórhallsdóttir. Ég ólst upp í Danmörku, í Skálholti og að hluta til á Þingvöllum og þegar ég var 20 þá hóf ég námi í sagnfræði við Háskóla Íslands og ætlaði mér í raun og veru aldrei að verða prestur. En ástæðan fyrir því að ég fór út í guðfræðinámið er dálítið sérstök. Þannig var að ég var að fara á dansleik ásamt nokkrum vinum mínum og bíll sem við vorum á lenti þá í miklu slysi og fyrir ekki að stendur það símir. Fyrir ekki. Og bíllinn sem sagt valt og fór algjörlega í klessum og segja og við sem að skriðum út úr bílnum, við áttum okkur varla lífsvon en þar sem við komum út að þá kom í ljós að allir voru heilir og ekkert hafi gerst og þegar ég horfði þá yfir atburðinn og fór að hugsa framtíð mína þá sá ég að kannski væri það einmitt það sem að mér væri ætlað að skoða lífið upp á nýtt og hefja nám í guðfræði sem ég gerði. Ég hef starfað á ýmsum stöðum. Ég var æskulýðsfulltrúi kirkjunnar á tíma. Ég fór í ferð til Svíþjóðar ásamt konu minni og stundaði þar nám í trúarbragðafræði og þar var ég einnig prestur í sænsku kirkjunni. Ég var kosinn til Hafnarfjarðarkirkju árið 1996 og hef starfað þar síðan sem prestur og sem sóknarprestur frá árinu 2009. Ég hef einnig farið víða um landið á þessum tíma með námskeið, hjónanámskeið sérstaklega og hef til dæmis komið hingað til Akureyrar, verið hér við Glerárkirkju og við Hafnarfjarðarkirkju, við Akureyrarkirkju og víða hér á Norðurlandi, til dæmis á Húsavík tíma. Ég er hérna með lítið blað með mér sem ég kalla 10 leiðir til að lifa lífinu lifandi en það er mér tekið úr þessum námskeiðum mínum og ef það er áhuga að fá hér á eftir, þá get ég fengið að taka þetta með ykkur heim. Af því að þetta er síðasti fundurinn okkar, þá langar mig til að fá að ávarpa sérstaklega ykkur sem eru að fá að kjósa hér í fyrsta sinn, þar að segja ykkur sem eru leikmenn en ekki prestar. Séra Sigríður nefndi hér áðan að í 110 biskuparöð þá hafi aldrei verið kona kosin, en mér langar líka til að benda ykkur á hversu sögulegt þetta er að nú í fyrsta sinn, eftir 110 biskupa, þá getið þið, leikmennirnir, fengið að ráða. Nú er þetta algjörlega ykkar ráð sem að kirkjan hefur í hendi sér og þið hafið ráð kirkjunnar í ykkar hendi vegna þess bara einfallega hversu mörg þið eruð og hversu stóra ákvörðun þið þessna getið tekið. Ástandið í kirkjunni hefur því miður verið slæmt eins og við vitum. Traustið til kirkjunnar hefur algjörlega hrunið. Ég vígðist árið 1989, þá voru 77% landsmanna sem að treystu kirkjunni. Vitið þið hver talan er í dag? Hún er komin niður í 28%. Og þá segja mér gjarnan, já, traust til stofnana samfélagsins, það hefur hrunið, en það er ekki alveg svo. Til dæmis Landhelgisgæslan stendur í 89%, lögreglan stendur í 77%. Þannig að það er mikið að hjá okkur og margt sem við þurfum að gera til þess að reisa við kirkjun okkar. Og þið, kæru kjörmenn sem eru að kjósa í fyrsta sinn, þið spyrjið ykkur eftir sjálf að því, hvernig biskup eigum við að kjósa? Hvað þarf hann að hafa til brunns að bera? Og mér langar til að biðja ykkur fyrst og fremst að horfa kannski ekki til kosningaloforðanna, til þess sem við segjum og berum fram, heldur fyrst og fremst til verkana. Hvaða verk höfum við unnið og að hverju höfum við komið? Ég hef unnið mjög mikið sjálfur með fjölskyldum í gegnum tíðina að félagsmálum, en ég hef líka unnið við að bera út kristinn boðskap til alls konar trúarhópa og fólk sem er kannski í deilum í kirkjuna. Ég hef búin að gefa út 6 bækur trú og fjölskyldumál og kirkjumál og svo 7. á leiðinni núna eftir nokkra vikur heitir einfallega kristin trú eins og ég sé hana, þar sem ég til dæmis að bera á borð Biblíuna, ekki til þess að verja hana eða til þess að fela hana, heldur til að fá fólk til að hugsa Biblíuna og ræða Biblíuna. Sumarið 2010, bara svo ég nefni dæmi, þá lokaði hjálparstarf kirkjunnar og fjölskylduþjónustan í Reykjavík og margir sem þá voru í erfiðleikum áttu ekki mat yfir sumarið og þá var ég með í því að stofna sumarhjálpina sem að safnaði yfir 10 milljónum sem við síðan gátum deilt út. Af hverju stend ég hér og er að bjóða mig fram? Jú, það er einfalt. Það er vegna þess að mér finnst vera komin tími til að færa kirkjuna aftur til fólksins.
mér finnst vera kominn tími til að, þess vegna nefndi ég ykkur sérstaklega sem eru kjörmenn í fyrsta sinn, að kannski prestakirkjan sem að margir tala og til dæmis eina spurningunum sem er nefnd hér á eftir, fjallar prestakirkjuna, að hún sé færð kannski burt frá prestónum sem slíkum, að stofnunin sem einhvers konar valdstofnun sé tekin frá einhvers konar yfirstjórn og sé færð aftur til fólksins. Og mig langar til að fá að taka þátt í því með ykkur að breyta, já við getum sagt, útliti kirkjunar, breyta markmiði kirkjunar og ekki bara einn og ekki bara með ykkur, heldur með fólki sem að elska kirkjuna allt land og vill taka höndum saman. Hingað á leiðinni, við lentum líka í hrakningum ég og kona mín, hingað á leiðinni þá keyrðum við gegnum Búðardal og þar var fallet ský sem að sonur minn 6 ára benti á og sagði, pabbi sjá þetta ský, það er alveg eins og hús. Og skýið var fallegt og stórt og svo bætti hann við, ætli Guð búi í þessu húsi. Og mér var hugsað til þess með kirkjuna, hún er fallegt og stórt hús og spurningi sem við þurfum að svara okkur sjálfum og fólki, ætli Guð búi í þessu húsi og ef hann kannski hefur færst frá húsinu og glemst að einhverju leyti innan húsins, glemst vegna þess að við erum svo upptekinu öðru, þá þurfum við að spyrja okkur sjálf, hvernig getum við opnað þetta hús aftur, þannig að þjóðin getur komið hérna inn og upplifa að hér býr hún og hér býr hún með Guði sem að býr í þessu húsi. Takk fyrir. Fundarstjóri og góðir fundarmenn, takk fyrir að þið eru svona mörg hér í dag. Það er ánægjulegt og mig langar til að líka þakka félögum mínum sem að hafa verið á faraldsfæti undanfarna viku. Þetta hefur verið skemmtilegur hópur að vera með og þetta er eins og sumargleðin, fer landið, biskupagleðin. Og þessi hópur hefur lagt mjög mikið til af hugmyndum og andblæ og lagt til þessa samtals í þágu kirkjunar. Hjartans þakkir fyrir gott samfélag. Þetta hefur verið afar gott samfélag. Frá unga aldri hefur verið haldið að mér að Norðurland væri dásamlegt. Og sjálfsagt erum við öll sammála það. Og frá unga aldri hefur verið haldið að mér að Svarfaðardalur væri öndvegi íslenskra dala, eins og móðursystir mín orti á sínum tíma. Ég var í Svarfaðardal og Jóhanna hvarfi í Svarfaðardal brosir. Ég var í Svarfaðardal í 17 sumur og lærði að elska þennan dal og þetta samfélag og svo var ég í Suður-Þingeyjarsýslu líka og fór víða Norðurland og ég var sumarbúðastjóri austur á Vestmannsvatni og svo var ég prestur í Suður-Þingeyjarsýslu líka. Öndvegi íslenskra dala og stórkostleg náttúra. Já, náttúran sem Guð hefur gefið stórkostleg, þakkarverð. Þessi risastóra náttúrudómkirkja. En hvað er það sem er dýrmætast? Það eru þið, fólkið. Þetta lifandi fólk sem að Guð elskar. Það er mesta dýrmætið. Ég var 19 ára gamall þegar að ég var sumarlangt í Noregi og var við vinnu. Einn daginn fann ég að eitthvað var að gerast og fór til læknis og hann horfði á risastóran hnúð á hálsinum á mér og sagði við mig, já, nú er komið að því vinnur að ég þarf að fara með það á spítala. Og hann var læknir á Krabbameinssjúkrahúsi í Osló og skar mig daginn eftir. Það var heilmikið sjokk fyrir ungan mann, 19 ára, að lenda í slíkum aðstæðum, ögur aðstæðum, og ég þurfti í 3 vikur að bíða eftir dómi hvort að þetta var illkynjaður krabbi eða góðkynja æxli, og á þeim tíma þá náði ég að vinna með þessar grunnspurningar til hvers og hvað hver ert þú og til hvers og í hvaða stóra samhengi lifirðu og hver er Guð. Ég náði að vinna mig til enda tilfinningarlega og trúarlega. Ég naut uppavaxtarins og fyrirbæna
og ég gerði mér grein fyrir því að ég var í góðu fangi, öryggis og trausts. En þessi lífsreynsla varð líka til þess að ég tók uppeyju í lífinu. Ég hætti við að fara í líffræðina og fór í líffræði himinsins guðfræðina. Ég hætti við að læra allt vatn og verða vatnalíffræðingur og fór hins vegar að huga að lífsins vatni. Ég þáði úr þessari reynslu ákveðna vitundum að við lendum í vandkvæðum og vandræðum en að baki lífsdómur ef við lifum í þessu stóra guðsfangi. Og þetta þessi reynsla sem ég hef tekið inn í einkalíf og baráttu lífsins. Þetta sú afstaða líka sem ég tek inn í prestþjónustu að baki erfiðleikum og föstu og krossi og dauða hvað? Upprisa. Að dauðinn deyr og lífið lifir. Að Guð með allt í sínu góða lífsfangi og gefur okkur það samhengi til þess að lifa af og lifa í. Og það þetta sem að ég vil gjarnan fá að miðla í kirkjulegri þjónustu ef að ég verð valinn í biskupskjöri. Það afstaða lífsins og afstaða gleðinnar og að handan erfiðleika og kreppu og tilheyjandi tilfinninga þessi boðskapur vöxt og blessun og öryggi og líf. Hann Guðmundur Ari horfði upp á biskupsefnin hér áðan og nú farinn að leika sér þarna út í horni. Hvaða framtíð á hann að fá í þessu kirkjulega samhengi? Mér finnst afar mikilvægt að kirkjan setji unga fólkið í forgang. Börnin, heimilin. Við þurfum að heimilis tengja kirkjulífið ennþá betur. Allir aldursflokkar eiga að fá að njóta góðrar þjónustu, kirkjulegrar þjónustu, en ég held að við eigum á næstu árum að leggja eða setja í forgang barna- og unglingastarfið í kirkjunni. Og við þurfum að stórbæta tengslin við fjölskyldunar. Og við þurfum að temja okkur páskaguðfræði og glatt kirkjulíf og gera kirkjulífið líflegt og tengja það við fólkið og leyfa fólki að finna til tengslana við hið mannbætandi uppbyggjandi glaðlega. Gleðilega kirkju það sem að ég vil sjá og vinna að. Og ég held að það sé afar mikilvægt líka að biskupinn á þessum tímum sinni græðara hlutverki gagnvart fólki. Fjölskyldur hafa gengið í gegnum mikið álag, margar fjölskyldur vegna ástandsins í kirkjunni og prestfjölskyldunar alveg sérstaklega. Við þurfum að huga þeim og sinna þeim. Og starfshættir biskupsins eiga að miðla því að efla fólk til dáða í starfi kirkjunar. Og það margt hægt að gera í þeim tengslum. Ég vil til dæmis breyta biskupsheimsóknunum, vísitasjónum, með þeim hætti að biskupinn sé í fjórðungunum tíma á ári og ekki bara messi heldur líka tali við fólk og sinni því sem að fólk að hugsa og heyri hvað áhyggjur fólks og sinni prestfjölskyldunum og þeim sem að starfa í kirkjunni. Þið eruð öll ábyrgðarfólk í kirkjunni og ég legg til að reglulega í framtíðinu höldum við landsfundi formanna sóknarnefnda sem yrðu að einhverju leyti hliðstæða prestastefnanna til þess að efla og miðla fræðslu, efla fólk til dáða. Það ýmislegt í kirkjuskipulaginu sem við megum gjarnan endurskoða. Samsteypur hafa verið gerðar á prófasstæmunum, hafa þær heppnast fullkomlega. Eigum við ekki jafnvel að vera til í að bakka ef að eitthvað hefur verið gert sem að ekki hentar? Sóknargjöldin eitthvað sem við þurfum að huga að og hópurinn í kirkjunni þarf að sameinast að endurheimta sóknargjöldin og við eigum að senda peningana heim í hérað og við eigum að stórefla útvistun verkefna frá biskupsstofu og kirkjunni til safnaðana í landinu. Það eru mörg verkefni sem að má vista hér norðan heiða. Hugum að hinu nýja. Ég býð mig fram til þess að verða minni stjórnsýslubiskup og meiri kirkjubiskup. Þjóna fólkinu í landinu, vera nálægur fólki í landinu, með eyrun í þokkalegu lagi og góða sjón.
Ég býð mig fram til þjónustu og heiti á ykkur til liðsinnis. Takk fyrir. Heil og sæl, friður Guðs sé með ykkur. Ég gleðst yfir því skrefið sem stigið hefur verið af hálfu kirkjunnar í átt til aukins lýðræðis og fagna því að nú eru 500 mann sem fá að kjósa biskup. Helst hefði ég vilja að þjóðin öll, þar að segja að þjóðkirkjufólk 18 ára og eldri fengi að kjósa. Það er gleðilegt að starfa í kirkjunni. Ég er fæddur og uppalinn vestur á Ísafirði. Foreldrar mínir Jón Örnólfur Bárðarson sem er látinn, lést 89, hann var kaupmaður og iðnrekandi, og móðir mín Salóme Margrét Guðmundsdóttir. Hún býr í Reykjavík og lifir ágætu lífi á 89. aldursári og sér sig sjálf að öllu leyti. Það er þakkarefni. Ég á yndislega konu, hef elskað hann í 40 ár, við eigum 5 börn og 11 barnabörn. Og konan mín er nýkomin heim úr 2 vísitassjum með heimsækja barnabörn í útlöndum. Við eigum fjölskyldu í Genf, í Luxemborg og í New York. Við erum rík. Það var köllun að ég fór að starfa í kirkjunni. Ég hafði ætlað mér allt annað en Jesús Kristur blés lífi í barnatrúna mína og ég breytti stefnu. Ég ætlaði mér út í viðskiptalíf og var reyndar komin í það, rak fyrirtæki, hafði stofnað iðnfyrirtæki og innflutningsverslun og var í námi í endurskoðun. Og kannski hefði ég orðið hagfræðingur. Ég vildi ekki vera hagfræðingur í dag, það vil ég segja. En að vera á nótum hagfræði himinsins, það er yndislegt. Og það er mjög einföld hagfræði, hún segir gefðu elsku og þú færð hana tilbaka. Það er hagfræði himinsins. Ég hóf að starfa í kirkjunni, heillaðist af trúarlífi og kirkju og byrjaði að starfa sem leikmaður og gladdist yfir því að vera með fólki sem að fann að Jesús Kristur skipti öllu máli í lífinu. Þetta var í Grensáskirkju í Reykjavík, ég starfaði með séra Halldóri Gröndal og þegar ég hafði verið þar smá tíma þá kom að því að ég fékk svona sterkari löngun til þess að þjóna kirkjunni og úr var það Sigurbjörn Einarsson biskup, hann ákvað að vígja mig sem djákna eftir að ég hafði eytt fé mínu sem þegar ég seldi fyrirtækið og varið því í guðfræðinám í Englandi. Og þegar ég kom heim þá vildi hann vígja mig sem djákna. Eftir ég hafði verið djákni í ár þá fór ég í guðfræðinám og fann köllunina til boðunar og til að verða predikari. Og það var skemmtilegt að setjast í guðfræðideildina og læra. Þegar ég hafði lokið því þá vígðist ég prestvígslu og einn prófessora minna sagði að ég væri líklega fyrsti djákninn frá því fyrir siðbót sem vígðist prestur. Og ef ég verð vígður biskup þá er það líka söguleg skil í sögunni, atburður sem markar söguleg skil. Ég var á biskupsstofu í 9 ár, starfaði sem verkefnisstjóri safnaðaruppbyggingar og fræðslustjóri kirkjunnar. Ég sótti mér framhaldsnám í Bandaríkjunum í safnaðaruppbyggingu og lauk þar prófi sem heiti Doctor of Ministry og ég hef auk þess verið í námi í Bandaríkjunum í námsleyfi og hugað að predikunarfræðum og núna 3. árið í röð flyt ég fyrirlestra við guðfræðideild predikunina. Eins og kom hérna fram hjá einum frambjóðandana þá getur nú verið varasamt að tala mikið sjálfan sig og verkin sín í kirkjunni því að þá kemur í ljós að maður er ómissandi þar og getur ekki orðið biskup. En reynsla hjálpar manni og þekking á viðskiptalífi og hafa rekið fyrirtæki og haft fólk í vinnu og þurft að sjá því fyrir launum og verkefnum, hafa lært hluta af endurskoðun og kunna skila á reikningshald og öðru og hafa síðan starfað á svona fjölbreyttan hátt í kirkjunni sem leikmaður, djákni og prestur og ýmis önnur störf, þá tel ég mig hafa breiða og mikla reynslu í þetta embætti.
Ég hef alla tíð haft mikla gleði af þjónustunni. Það er yndislegt starf að vera prestur. Ég er í næst stærsta prestakall í Reykjavík og hef gríðarlega mikið að gera. Margir leita til mín og ég tala í hverju mánuði yfir 1000 Íslendinga. Ég skrifa með yfir 100 ræður á hverju einasta ári og birti þar allar á vefnum, bæði sem texta og hljóð, og skammast minn ekki fyrir neina þeirra. Og veit að þær eru töluvert notaðar til lestrar og skoðunar víða land. Kirkjan er undursamlegt fyrirbrigði. Það að fá að þjóna Guði er stórkostlegst, en hún er í vanda núna. Og það eru sumir sem halda að strúktúrbreytingar bjargi kirkjunni. Og það er algengt að halda að í kreppu þá þurfi bara að breyta strúktúr og skiptum klæði. Það er ekki svo. Það þarf hugarfarsbreytingu. Við þurfum biskup sem að tengist fólki og fer landið, og ég þakka Sigurði fyrir að minna á þá hugmynd að biskupinn fari landið reglulega og messi í fjórðungum. Því hef ég haldið fram frá upphafi framboðs míns. Við þurfum hugarfarsbreytingu og ég ætla nú að leyfa mér hér og vona að það verði nú ekki illa tekið upp að ég hefji passíusálmalestur. Útvarpsstjóri er ekki til þetta, nei. Nú fá þeir næsta nýjan dug, nóa djörfung og styrkan hug, augljóslega svo allir sjá, elsku sem drottni höfðu á. Rjúkandi trúar hörin hér, helgur andi svo viðnærir, ljómandi þar af ljósið skín, lífgar hann allt með krafti sín. Og þessi trúarhör, þessi rjúkandi trúarhör sem kirkjan glímir nú við, eða það þarf að tendra þetta ljós að nýju, með nýjum hætti og nýjum krafti. Og við þurfum að sem þjóð og sem kirkjufólk að endurnýja allt Ísland. Kirkjan gengur nú í gegnum erfiða tíma og það þarf að leggja áherslu á að þétta raðirnar, sætta fólk og beina sjónum þessa sameiginlegu markmiði kirkjunar sem er að boða þjóðinni trú á kristkærleika hans og miskunn. Upprisu trúin gefur okkur fyrirheit að líta á erfiðleikana sem blessun en ekki böl. Prófraun þessi getur hert og elt kirkjuna ef við beinum huga okkar að því að sjá í erfiðleikunum tækifæri til að bæta þjónustuna, efla samstöðuna, trúna, vonina og kærleikan. Guð bless okkur í þessu hlutverki. Ég er tilbúin til þjónustu nú sem fyrr. Takk fyrir. Næst síðastur í þessari umferð er herra Kristján Valur Ingólfsson. Komið sæl. Ég heiti Kristján Valur Ingólfsson. Ég er 64 ára og 4 mánaða og fæddur hér út með Firði í Höfðahverfi og Laufás prestakalli. Og ég er þakklátur fyrir hvernig einasta dag sem ég hef lifað. Og ég er alveg sérstaklega glaður yfir því að vera á lífi og mega taka þátt í lífinu. Kona mín heitir Margrét Bóasdóttir. Við höfum verið hjón í 40 ár. Við höfum 2 syni, annar er fatahönnuður og hinn er söngvari. Þeir eru þeirrar gerðar sem að maður treystir fyrir framtíðinni og það er Guði að þakka en ekki okkur. Við vorum fyrst á Raufarhöfn í 3 ár, svo varum við í Þýskalandi í 8 ár, á Ísafirði í 1 ár, á Grenjaðarstaði í 6 ár, í Skálholti í 7 ár, svo er Reykjavík og Kópavogi í 11 ár og núna aftur í Skálholti. Áður en ég var það sem ég nú er, þá hefur verið sóknarprestur og rektor og háskólakennari og verkefnastjóri. Ég fylgdist með sér að Sigurði Guðmundssyni á Grenjaðarstað, fermingarárið 1. Þá var verið að undirbúa byggingu sumarbúðanna við Vestmannsvatn. Og síðan þá hefur mig langað til þess að gera gagn í kirkjunni. Allt sem maðurinn gerir orkar tvímælis. Það sem betur fer annar að meta það hvernig til hefur tekist.
en nú á að velja biskup Íslands. Til þess eru kallaðir 500 einstaklingar fyrir hönd þjóðkirkjunnar allrar. Ábyrgð þeirra er mikil, eins og líka ábyrgð okkar sem hefur gefið kost á okkur. Æðsta stjórn þjóðkirkjunnar hvílir í höndum kirkjuþings og kirkjuráðs og biskup Íslands. Biskup Íslands er æðsti yfirmaður þjóðkirkjunnar. En hann er ekki yfirmaður í merkingunni æðsti stjórnandi, heldur er honum falinn yfir umsjón með öllu starfi kirkjunnar sem ekki er fyrst og fremst stofnun eins og fyrirtæki heldur trúfélag sem starfar í mörgum einingum stórum og smáum allt land. Þarf kirkjan umsjónarmann af þessum toga? Já, alveg eins og barnið þarf leiðsögn foreldra sinna til að vera leitt inn á veg trúarinnar með því að miðla bænaiðjunni og trúararfinum. Hlutverk biskups er miklu nær hlutverki móður og föður sem situr við rúmstokk barns og kennir því vers og bænir og miðlar með nærveru sinni og ytra öryggi fyrstu guðsmynd barnsins. Heldur að vera stjórnandi sem setur fram hugmyndir stærð safnaða og ráðningu starfsmanna. Biskup hlustar og talar svo. Orðið fæðist í þögninni. Umsjónin eða tilsjónin er einkenni kirkjunnar. Tilsjón foreldra með börnum, tilsjón guðforeldra með skírnarbörnum, tilsjón sóknarnefnda með söfnuðum, tilsjón presta í prestaköllum, prófasta í prófastdæmum og biskups í biskupsdæmum. Þegar biskup sinnir sinni umsjón eða tilsjón, hvílir hann í tilsjón allra hinna og byggir sína tilsjón á þeirra. Og hver er aðal tilsjón hans? Hann er verndari trúarinnar. Hann stendur vörð kristna kenningu eins og okkar kirkja játar og hann tekur heit, vígsluheit af hverjum presti sem fer út á akurinn og varðveita þessa kenningu og starfa eftir henni. Og biskup ber ábyrgð á að trúfræðsla og starfsfræðsla sé innt af hendi í allri kirkjunni og að ekkert hindri tilbeiðslu Guðs, föður og sonar í kirkjum og söfnuðum. Þess vegna eru stóru verkefnin sem blasa við nýju biskupi þessi: að styrkja trúarlíf heimilanna, til dæmis með útgáfu efnis til trúariðkunar fyrir unga og aldna í líkingu við fjársjóðskistu Skálholtsútgáfunnar og myndbandið daginn í dag. Að styrkja starfið í litlu söfnuðunum með því að gera fleiri tillögur að efni og fyrirkomulagi fyrir einfaldar bænastundir, söngstundir og annað helgihald sem tekur mið af þeim hóp sem kemur saman hverju sinni og með því að hjálpa söfnuðum til að halda kirkjum sínum í rekstri þrátt fyrir erfiðleika í viðhaldi. Að styrkja stóru söfnuðina með aukinni samvinnu sókna og safna tiltekin verkefni í kirkjustarfinu þannig að ráða megi starfsfólk eins og djákna og umstjórnarmenn barna og unglingastarfs í fullt starf með aðstoð í fjárhagserfiðleikum til þess að skuldir og afborganir þurfi ekki að hindra safnaðarstarfið. Og að síðustu að biðja, syngja og lesa. Þjóðkirkjan er syngjandi kirkja. Ekkert kirkjustarf sameinar söfnuðinn betur en söngurinn, allt frá krílasöng til öldungakóra. Sálmasöngur sameinar söng og bæn og lestur. Með útgáfu á nýju söngefni fyrir kirkjuna, auknu starfi kóra á öllum aldri, bættri menntun organista og kórstjóra og skipulegri söngmála stjórn, getur kirkjan brugðist við þörfinni á að tjá trú sína og ber henni vitni með nýjum textum og nýjum tónum í nýjum heimi, því að heimurinn er nýr á hverjum degi eins og náð Guðs. Þjóðkirkjan hefur nokkuð skeið þurft að horfast í augu við miklar úrsagnir og minnkandi traust. Á sama tíma hefa sóknargjöld verið skert og önnur framlög minnkað. Óljósar hugmyndir breytingar á sambandi ríkisins og þjóðkirkjunnar hafa verið settar fram. Þetta verður allt óvissu framtíðina og jafnvel ótta. Þau sem valist hafa til forystu í þjóðkirkjunni og þau öll sem unna kirkju og kristni í landinu þurfa að taka höndum saman til að mæta þessum vanda. Þar á biskup að fara fyrir. Þjóðkirkjan þarf að geta tekið gleði sína nýju. Kirkja sem í fögnuði og trúar djörfum horfir fram á veg er sterk kirkja og traust. Markmið okkar á að vera
að þjóðkirkjan sé öflug og fjölmenn hvað sem líður ytra umhverfi hennar og tengslum við íslenska ríkið. Markmið okkar á að vera að þau öll sem tilheyra henni séu glöð yfir kirkju sinni og að þeim sé þjónað þar og að þau fái að þjóna þar, því að guðsþjónustan í senn þjónusta Guðs við börn sín og þjónusta þeirra við hann og við náungan, því að kirkjan guðsþjónusta. Takk fyrir. Og síðust í þessari tala séra Agnes M. Sigurðardóttir. Fundarstjóri, ágæta fundarfólk, takk fyrir að taka á móti okkur hér í dag og takk fyrir að mæta. Ég heiti eins og áður sagði Agnes M. Sigurðardóttir og ég núna sóknarprestur í Bolungarvík og prófastur í Vestfjarðaprófasdæmi. Ég fædd og uppalin á Ísafirði og kynntist kirkjunni og kirkjustarfinu vel þar sem faðir minn var sóknarprestur í 35 ár og prófastur í 22 ár. Það fór því ekki hjá því að ég kynntist starfi prestsins og fannst það svo heillandi að ég ákvað 17 ára gömul að gerast prestur. Í guðfræðideildinni fannst mér gott að vera og gaman að læra. Ég hef sérstakan áhuga á predikuninni og hef aflað mér framhaldsmenntunar á því sviði. Ég hef einnig brennandi áhuga á líðan fólks, sérstaklega prests fjölskyldna og eru þar börnin ofarlega á blaði og ég hef kynnt mér félagsmótum prestabarna og vann að mastersritgerð það efni fyrir 5 árum. Áður en ég gerði sóknarprestur í Bolungarvík var ég sóknarprestur í Hvanneyraprestakalli og þar áður var ég æskulsfulltrúi þjóðkirkjunnar og til þess embættis vígðist ég árið 1981. Mikil hvatning frá hinum ýmsu aðilum fékk mig til að hugleiða það að bjóða mig fram til biskups þjónustunnar og eftir vandleg umhugsun, samtal og bæn þá ákvað ég að láta af verða. Og ég þakka það traust sem þau sýndu mér sem hvöttu mig og tel að reynsla mín að starfi prests í sveit og sjávarplássi og borg geti gagnast mér vel á vettvangi biskups þjónustunnar. Við megum aldrei gleyma því að kirkjan til vegna trúarinnar. Við megum aldrei gleyma því hvert aðalerindi hennar sem að boða trú á Jesú Krist, krossfestan og upprisinn, bæði orði og í verki. Það mikið talað það að trausti til þjóðkirkjunnar hafi minnkað og kannanir sýna það. Það ekki ásættanlegt. Til að auka trausti þarf að gera fólki ákvæmt gagnvart kirkjunni og því sem hún hefur fram að færa. Það gert með markvissri upplýsingamiðlum starf kirkjunnar allt land. Það gert með umhyggju og stuðningi við starfsfólk kirkjunnar sem hefur þá meiri kraft til að boða og miðla. Það gert með því að fela fleirum ábyrgð á hendur í hennar fjölbreytta starfi. Það gert með því að kirkjan sýni gott fordæmi og fari eftir lögum og reglum og takist á við mál uppkoma í samræmi við það. Og það gert með því að minna á að þjónustan í kirkjunni sameiginlegt verkefni okkar allra sem að komum. Leiðtogi sá eða sú sem setur stefnuna og fær fólk til að ganga í sömu átt og hvetur fólk til dáða. Ég reiðubúin til að gegna því hlutverki fyrir kirkjuna mína. En hver svo stefna sem ég vil taka? Ég vil að þjóðkirkjan sé ein af máttarstólpum samfélagsins. Stofnunin sem fólk treystir, hlustar á og tekur mark á. Stofnun sem heldur á lofti kristnum gildum og siðferðisboðskap. Stofnun sem lítur á sig sem þjónustuaðila. Þjónustuaðila sem vill að boðskapur Jesú Krists nái eyrum fólks í gegnum guðsþjónustuna og starfið allt. Þjónustuaðila sem myndar öryggisnet land allt og að allir landsmenn eigi greiðan aðgang að. Ég vil að þjóðkirkjan hugsi vel okkur öll sem að starfi hennar koma þannig að við finnum að starfið sé metið og virt, að sé tekið eftir því, að það veiti gleði og öryggi, að við finnum það sem þjónum kirkjun og einn eða annan hátt, að við erum sem ein fjölskylda sem stendur saman þó við séum ekki alltaf sammála, að kristilegur kærleikur tengi okkur saman. Kirkjulegt starf fjölbreytt að spannar allan aldursskalan og einnig áhugaskalan.
Guðsþjónustan er miðpunkturinn, þar fáum við kraftinn til að fara og gera alla lærisveinum. Minnstu lærisveinarnir þurfa mestu athyglinina eins og vera ber, þeir eru framtíðarleiðtogar kirkjunnar og leggja ber sérstaka rækt við það starf. Það þarf mikla elju til að halda úti barna- og unglingastarfi svo leiðtogarnir þurfa sérstaka umhyggju, hvatningu og fræðslu. Það á einnig við aðra leiðtoga í kirkjulegu starfi, hvort sem þeir sinna fræðslu eða kærleiksþjónustu eða ytra starfi hennar. Samstarf er mikilvægt bæði innan kirkju og utan. Samstarfi aðra í þjóðfélaginu sem er að vinna félags- og mannúðarmálum er nauðsynlegt í nútíma samfélagi þar sem barist sálirnar. Biskup á að gæta hagsmuna kirkjunnar í hvívetna. Hann verður að standa fast á rétti kirkjunnar varðandi samninga við ríkið og telja ekki eftir sér að ræða við ráðamennum en ýmsu mál upp geta komið. Þar á ég við að komið hefur í ljós að til dæmis alþingismenn hafa ekki allir þekkingu á kirkjujarðasamkomulaginu og öðrum þeim samningum er gilda milli ríkis og kirkju. Einnig þarf biskup að leggja sitt af mörkum til að sóknirnar ná aftur þeim tekjum er þeim ber, því að sóknargjöldin skila sér ekki, bitnar það á safnaðarstarfinu og þar með minnkar þjónustan. Mér er meinilla við að breyta einungis breytingana vegna. Það þarf að taka til víða í kirkjunni, til dæmis í stjórnsýslunni, eins og á öðrum heimilum. En það á að standa vörð það sem vel hefur gengið og breyta því sem þarf að breyta til batnaðar. Þegar breytinga er þörf grundvallar atriðan og almennri sáttum þær, það á að byrja á grunninum og fara upp, ekki byrja efst með valdboði. Það skilar aðeins óánægju og sársauka og engum árangri. Það þarf að vera samráð til að ná árangri. Kirkjustarf getur ekki gengið nema með samstilltu átaki allra þeirra sem að koma. Samvinna og samstaða er mikilvæg. Verkaskipting þarf að vera skýr og kirkjuþing sér til þess að svo sé, enda setur það starfsreglurnar og er valdamesta stofnun kirkjunnar. Ég legg áherslu á að fara sér eftir lögum og reglum og að jafnræðis sé gætt í hvívetna. Ég legg mikið upp úr því að hlusta, styðja og hvetja þannig að fólk haldi styrk sínu til góðra verka. Það er mikilvægt að ná samstöðu málin. Ég legg áherslu á að það þéttriðna þjónustunet sem kirkjan hefur land allt haldist og bið þess að áhugastarfi kirkjunnar og boðskap hennar aukist. Ekki má gleyma því að þjónustunet kirkjunnar er jafnframt öryggisnet þegar vá hendir og reynir á sálir. Og ég ætla ekki að hafa þessi orð fleiri núna í upphafi, en ég þakka ykkur fyrir og eins vil ég þakka þeim sem undirbjuggu þennan fund, því ég veit að það gerist ekki að sjálfu sér, undirbúningurinn. Takk fyrir. Við höfum þá hlýtt á framsömu erindi frambjóðendana og tökum til við næsta þátt eða síðari þátt fundarins, en honum á að ljúka 3:30, þannig að við þurfum að spretta á spori. Og við fórum fram á það að hingað yrðu sendar inn spurningar sem við berum upp og hvert biskupsefni hefur 2 mínútur til að svara hverju spurningum og við spilin voru stokkuð aftur eða miðarnir og sá sem fyrstur byrjar að svara er sá sem er í sæti númer 6. Það er séra Þórhallur. Já, þið getið komið í pontu eða þó er betra álít ég til þess að spara tíma að þið notið ykkur hljóðnumana sem eru á borðunum en þau þurfum þá að draga þá til ykkar. Fyrsta spurningin er á þessu hrafnablaði. Við ætlum að samþætta 2. Það er frá sama mann, það er telur þú þjóðkirkjuna vera prestakirkju og ef svo er, hvernig má efla áhrif leikmanna? Síðan er spurt, er ekki eðlilegt að söfnuðurinn njóti vafans þegar deilur koma upp milli prests og safnaðar? Það er sem sagt 6 og svo höldum við áfram þessa leið. 5. Eru 2 mínútur í allt? Já.
fyrir þessar spurningar. Já, ég ætla að fá að nota mér það að standa hér í pontur því ég er hérna við hliðina. Eins og ég var að reyna að segja áðan að þá tel ég þjóðkirkjuna vera prestakirkju, því miður. Hún hefur orðið það meir og meir og kannski þið, af því þess vegna væri nú ávarpi ykkur hérna í upphafi leikmenn, þið sem þið sitið í stjórnum sóknana út landið, bæði hér fyrir norðan og annars það viti það, að það er því miður meir og meir sem að prestar hafa kannski tekið yfir kirkjunar á vissan hátt og síðan eins og við getum farið áfram upp í hérna yfirstjórn kirkjunar, það sem að sóknir fá og reynda prestar líka fá bara boðað ofan hvernig hlutirnir eiga að vera og hvernig þeir eiga að þróast og það er kannski líka þessi spurningum á hvaða hátt leikmenn getur þá komið meira inn í starfið og haft meiri áhrif. Það er þetta að halda langa ræðu það en auðvitað kjarnin er það sem við sjáum hér að leikmenn til dæmis fá að kjósa eins og núna til biskups. Ég myndi vilja sjá að ennþá fleiri leikmenn fengi að kjósa og helst myndi vilja að allir sem eru 18 ára í þjóðkirkjunni og eldri fá að kjósa. Nú það sama á við varðandi kirkjuþing. Ég starfaði nokkur ára skeið sem prestur út í Svíþjóð eins og ég sagði áðan. Þar við það þannig að allir fá að kjósa til þingsins og það myndi líka gera kirkjuþingið svo miklu sterkara. Nú varðandi þetta með tengsl, já, spurningar varðandi samskipti presta og sóknar og hver á að njóta vafans, þá náttúrulega snertir það sama flöt. Það þarf einhvern veginn að brjóta upp þessa spennu sem vil ríkja milli kannski sóknarnefndar, presta og síðan jafnvel yfirstjórnar. Og það er held ég til dæmis að biskup og reynda vígslubiskupar hafi mjög miklu hlutverki að gegna að koma inn í vandamáli löngu áður en það verður óyfirstíganlegt. Kalla fólk til samtals, bæði sóknir og presta og ég er að ganga út frá því einmitt frá fyrstu stund að það þurfi að vinna saman, að það þurfi að tala saman. Já. Já, takk fyrir þetta. Ég ætla svo að lesa, það er næstur þá séra Kristján Valur, séra Örn Bárður, séra Sigríður, séra Agnes, séra Þórir og séra Gunnar. Þetta er röðin sem kom upp. Gjör svo. Já, í rauninni held ég að þjóðkirkjan komist aldrei hjá því að vera prestakirkja að því leyti að prestar eru alltaf settir í forystu hlutverk í kirkjunni vegna þeirra þjónustu sem þeir sinna. En ef að kirkjan er kölluð prestakirkja þá er augljóslega verið að tala kirkju sem er ekki eins og hún á að vera. Þannig að það segir þá einhvern þessi yfirsýn er þá ofmikið á prestin sjálfan eins og hann veri stjórnandi eða einvaldskongur, en það er auðvitað rangt. Þannig við þurfum auðvitað að breyta þessu með nýjum skilningi á því hvers konar kirkja við þetta er, sem er alltaf að lúterskum sið er það þannig að við byggjum að prestómi allra skýrðra og trúaðra og það þarf að koma að skýra fram. Í sambandi við hitt, hér stendur ekki eðlilegt að söfnuðurinn njóti vafans því að deilur koma upp á milli prests og safnaðar. Ég tel að aldrei eigi annar aðili að njóta vafans því að deilur koma upp. Ég tel hins vegar eigi alltaf að fara inn í alveg fastan feril, hann er þegar til í kirkjunni. Það er ákveðin feril sem svona máli að fara inn í og þeir sem að fást við það eiga að kalla til færasta fólk til að leysa málið. Ekkert öðruvísi, takk fyrir. Já, Lúther gagnrýndi þannig á sínum tíma að prestar voru að messa yfir sjálfum sér. Það er svo sem ágætt að æfa messuna og syngja yfir sjálfum sér en engin prestur getur þjónað hans að hafa söfnuð. En prestakirkja er auðvitað hér, það er verið að spyrja hér hvort að henni sé stjórna algjörlega prestinum. Prestur má ekki vera eins og einræðisherra í söfnuði, hann er að starfa í samfélagi við fólk og það er bæði vígð þjónusta og óvígð. Við erum öll vígð í heilari skírn og erum þar með prestar og Lúther sagði hver skírður maður er prestur, kardináli og páfi. Við höfum verk að vinna sem kirkjufólk. Hvernig á að efla hlutverk leikmanna? Ég er með sérnám í safnaðaruppbyggingu og það gengur út á það að efla söfnuðinn og efla leikmenn og ég fór allt land og reyndi að örva söfnuði til þess á sínum tíma.
Leikmenn og prestar eru saman í kirkjunni eins og hjónaband, og þetta er dálítið skýrt í því að þó að söfnuður velji prest, að þá er presturinn ekki starfsmaður safnaðarins eða sóknarinnar. Hann er sendur af þjóðkirkjunni, af biskupnum til þess að þjóna og predika. Þar af leiðandi ræður söfnuðurinn ekki yfir honum, og það er til þess að tryggja frelsi boðunarinnar. Ég vil ekki prestakirkju þar sem presturinn ræður öllu. Ég vil heldur ekki leikmannakirkju þar sem þeir ráða öllu. Vegna þess að hættan er svo í fríkirkjum til dæmis eins og vestanhafs, víða vestanhafs, að leikmennin hafa tangarhald á prestinum og hann er ekki frjáls að segja það sem honum býr í brjósti. Og þá fara hinir ríku sem styrkja söfnuðin að segja, nei, heyrðu, við styrkjum ykkur ekki lengur, presturinn er fann að tala óþægilega. Varðandi, er ég búið með tímann? Flínt, það er nóg. Þetta með vafan, maður verður að kalla deiluaðila til fundar og það verður að reyna að finna sátt í hlutunum. Ég var í fyrra í stjórnlagaráði og áreindar að vera það núna þessa helgina, en tek þetta fram yfir. Þar rættum við okkur niður á lausnir, 25 manns með mjög ólíkar skoðanir, af því að við einsettum okkur að finna lausnir og tala og skilja önnur rök og setja fram okkar af einur en hlusta á náungan. Sáttaferli flókið, en við höfum köllun til að boða orð sáttargjörðar. Spurningin prestakirkjuna, mér langar til að svara henni bæði nei og já. Ég er alveg upprennandi í þessu eins og þið heyrið. Mér langar til að segja að þjóðkirkjan sé ekki prestakirkja vegna þess að hún er stærsta leikmanna og sjálfboðaliða hreyfing á Íslandi og að prestar eru hluta þríþættir í þjónustu, biskupa, presta og djákna. En ég vil líka svara því játandi að kirkjan sé prestakirkja vegna þess að mér finnst vanta meira lýðræði í hana. Og þess vegna finnst mér það vera svo jákvætt að fleira fólk fái að kjósa biskup, en ég vil líka að fleira fólk fái að kjósa á kirkjuþing og það á að aldursdreifa á kirkjuþing með því að taka frá ákveðu hluta bara með slembivali til þess að auka þáttöku ungra, vegna þess að það er ekki endilega ef maður hefur prestaklíku og vill ná völdunum úr þeirra höndum, þá er ekki gott að setja það þá bara í hendurnar á einhverju leikmannaklíku. Við þurfum almenna kosningar á kirkjuþing. Þannig að ég vil mjög gjarnan efla áhrif leikmanna og vil vinna í því og ég vil líka efla djáknaþjónustuna til móts við prestsþjónustuna. Spurt var það hvort að söfnuðurinn ætti að njóta vafans þegar að deilur kom upp á milli prests og safnaðar. Og mér langar til að svara þeirri spurningum með því að vísa til tillögu sem kom fram á kirkjuþinginu 2004 og var lögð fram af séra Sighvati Karlssyni og séra Guðjóni Skarphéðinssyni og svo tillaga náði ekki fram að ganga, en mér finnst alveg nauðsynlegt að taka hana upp aftur. Og þetta var tillaga faglegt handleiðsluráð í ágreiningsmálum. Við þurfum svo mikið á þessu teymi að halda, vegna þess að eins og hér hefur komið fram og ég vil taka undir, að enginn á að njóta vafans sjálfkrafa. Við þurfum alltaf að ræða hlutin og komast að niðurstöðu og þess vegna er gott að hafa svona teymi. Já, það eru 2 spurningar sem eru bornar upp. Telur þú þjóðkirkjuna að vera prestakirkju og ef svo er, hvernig má efla áhrif leikmanna? Kirkjan hefur fæst meira frá því að vera prestakirkja og þar sem er samvinna milli leikmanna og presta heldur en var þegar ég var til dæmis að alast upp. Og það tel ég hafa gerst til dæmis þegar að Pétur Sigurgeirsson sem hér var nú sóknarprestur lengi komst til valda sem biskup. Þá lagði hann mikla áherslu á þetta og síðan hafa áhrif leikmanna í kirkjunni aukist til muna. Ég lagði áherslu á það hér áðan í framsögunni að við þyrftum að hafa samvinnu og það er það sem ég vil sjá. Lúther sagði sá sem stígur upp úr skírnarvatninu getur hrósað sér af því að vera nú þegar prestur, biskup og páfi og þetta er hinn almenni prestdómur þannig að skírnin hún gerir okkur hvort sem við erum vígð sem prestar eða ekki að þá erum við vígð til þjónustu í kirkjunni þegar við erum skírð. Þannig að við höfum öll skyldur og réttindi við kirkjuna okkar. Og
Síðan það hinn spurningin sem var, ekki eðlilegt að söfnuðurinn njóti vafans þegar deili komi upp milli prests og safnaðar? Mér finnst það eiginlega, ég myndi ekki vilja að sjá þetta orðalega njóta vafans vegna þess að það bara þannig þegar mál koma upp, þá fyrsta leið vil ég segja að mér finnst nú að biskupinn eigi að standa með sínu fólki. Svo vil ég segja það að stundum þegar deilumál hafa komið upp þá of seint gripið inn í. Þannig að málin verða vandamáli og það það sem ég vil ekki sjá. Ég vil frekar að það sé byrja strax leið og það koma umkvartanir þá sé það tekið alvarlega og málið skoðað út frá öllum hliðum eins og mögulegt En ef að nálega komið í hnút þá verður að fá bara einhvern utanaðkomandi til þess að leysa málið. Vegna þess að það eins og sagt með glöggt gests auga að það eins með vandamál að ef að kemur einhver utanaðkomandi sem þekkir ekki til að þá á hann auðveldara með að greina og sjá fyrir besta lausnin. Takk fyrir. Í lagi Dalla mín. Ég hef algjört óþol kæru fundamenn gagnvart orðinu leikmaður. Það nú reyndar aðalega notað á vettvangi kirkjunnar og þar haft þá aðgreiningu sem að varðar leika og lærða, það að segja vígða og óvígða. Það getur verið mjög lærður maður í söfnuðinu sem ekki vígður og hann kallaður leikmaður. Ég lít svo á að það sé voða erfitt að eiga við þessi hugtök, annars vegar veruleika prestsins sem þjónar að orðinu og sakramentunum í söfnuðinum og hins vegar að þeim sem að breyttu breytanda ætlað að þiggja þá þjónustu. Lúther sagði, ef sér hver rækir sína grein, þá sækja húsið engin mein. Og ég held að kirkjan hún sé eðli síns vegna og tilgang síns vegna alltaf samfélag Guðs orð handa þeim sem henni tilheyra og henni þjóna. Deilumál þau spretta gjarna upp þegar einhver misskilningur verður eðli og tilgang kirkjunnar. Til að mynda var það útbreitt fyrir nokkrum árum að menn töldu að því við tölum þjóðkirkju að hún væri þjóðræknishreyfing. En kirkjan ekki þjóðræknishreyfing. Hún heitir þjóðkirkja vegna þess að hún snýr að boðun fagnaðarerindisins meðal þjóðarinnar. Og þetta náttúrulega hlutverk kirkjunnar. Nú, það líka spurt hvort söfnuður ekki að njóta vafans. Öll vinna sem snýr að deilumálum, hún snýr að því að eyða vafa og auðvitað veltur allt á eðli mála og ég tek undir orð Kristjáns Vals það að það eru til verkferlar sem svona mál eiga að fara í og mikilvægast að það sé gripið til þeirra ráða í tíma sem bær eru að hverju vandamáli. Spurningarnar eru tvær. Fyrir spurningin telur þú þjóðkirkjuna vera prestakirkju og ef svo hvernig má efla áhrif leikmanna? Ég afskaplega fegin því að fá þessa spurningu. Ég alveg sannfærður það að þau sem hafa fengið köllun til þess að fá að starfa í kirkjunni sem prestar hafi ekki fengið þá köllun vegna þess að þeim langar svo mikið að sjá eignaumsýslu og fjársýslu. Ég alveg klár á því. Og ég sé það fyrir mér og það mjög skýrt í reglum þjóðkirkjunnar eða lögunum þjóðkirkjuna að sóknarprestarnir eiga ekkert að gera fjárhagsáætlanir fyrir söfnuði sína. Það sóknarnefndin sem á að gera það. Og sóknarprestarnir eiga eftir sem áður, þeir eiga að gera starfsáætlun eða safnaðaráætlun það með hvaða hætti starfið verður í söfnuðinum og í kirkjunni. Og síðan það sóknarnefndin sem gerir fjárhagsáætlun það með hvaða hætti það á að fara fram. Þannig þessi verkaskipting og hún má alveg koma greinilega fram í gegnum alla stjórnsýslu kirkjunar. Þess vegna það sem ég segi að ég vil að biskup Íslands verði ekki í þessu hlutverki. Að það verði tækifæri til þess að biskup Íslands verði prestur og þjóni sem prestur í þjóðkirkjunni.
og að prestar fái að vera það sem þeir hafa köllun til þess að vera prestar. Ég ætla ekki að eyða orðum í það sem við erum öll sammála hér hinn almenna prestdóm. Hitt svo annað mál að í framtíðinni verður það ekki þannig að allir horfi á prestin sinn og segi hvað eigum við að gera núna. Það ekki kirkja framtíðarinnar. Kirkja framtíðarinnar það sem við skiptum öll máli, það framlag sem við höfum til kirkjunar. Ég sé það fyrir mér að sjálfboðið starf muni bara aukast í þjóðkirkjunni og þannig muni við eflast. Seinni spurningin eðlilegt að söfnunin njóti vafans þegar deilur koma upp milli prests og safnaðar? Það eiga bara að vera skýra reglur, boðleiðirnar eiga að vera alveg ákveðnar, það þarf að breyta þessum reglum og ef að það algjörlega ljóst og kristaltært að menn eru annarkot fyrir miskilning eða búin að klúðra málunum í sínu samskiptum milli prests og safnaðar, þá náttúrulega verður skilnað að ræða. Það ljóst og þá betra að presturinn fari heldur með taki söfnuðin og fari með hann eitthvað annað. Mér finnst alveg ljóst að það sama gildir varðandi presta eins og biskup. Ég hef sagt það að biskup eigi að vera minna stjórnsýslubiskup og meira kirkjubiskup og hið sama á að vera með prestana. Prestarnir eiga að vera minna stjórnsýsluprestar og meira kirkjuprestar og prestarnir eru í þjónustu. Hin skýrðu eru þau sem eru söfnuður Guðs og þau eiga að mínu viti að vera myndug í hinu kirkjulega starfi, fullkomlega. Og við eigum að stefna að þátttöku kirkjunni og því sem við gætum kallað dreifræði í kirkjunni. Að allir eiga að koma að hinu kirkjulega starfi og hafa möguleika til áhrifa. Ég fullkomlega sammála þessari þróun sem í íslensku þjóðkirkjunni að auka þátttöku hinna skýrðu í ábyrgð og stjórnunarstörfum kirkjunar. Ég sammála þróuninni í kirkjuþingi. Ég fullkomlega sammála í því að leikmenn komi að vali biskups og ég held að við séum búin að stíga mjög merkilegt skref og ég minni ykkur á að kjósa. Því að það mjög mikilvægt að þessi lýðræðisvakning í kirkjunni eða þessi stefna sem að kirkjuþing hefur markað að þessi tilraun takist vel. Og við erum öll ábyrg fyrir því og þurfum að standa saman. Ég tel mjög mikilvægt og mun beita mér fyrir sem biskup að biskupsstofa verði þjónustu miðstöð fyrir kirkjulífið og það varðar líka seinni spurninguna varðandi samskipti prests og safnaðar. Þjónustumiðstöð kirkjunnar á að senda fólk til strax og einhver vandræði eða vandkvæði koma upp og leysa mál strax í upphafi og muna eftir því að við erum öll ábyrg og erum ábyrg líka að því að vinna að lausnum í hinu kirkjulega starfi söfnuðunum og kirkjulífinu til blessunar. Dregið nýja röð, ég les fyrst spurningarnar 2 sem við hyggjum samþætta núna. Hvað vilt þú gera í málefnum presta sem þurfa að sinna mjög víðfeðmum og erfiðum prestaköllum með tilheyrandi kostnaði? Og við þessa spurningu tengist þessi, hvað leggur þú til að hægt sé að gera til þess að styðja við bakið á litlum og févana sóknum? Það að segja bæta starfið í dreifbýlinu. Og röðin 9 1 fyrstur, það séra Gunnar, síðan nú 5, séra Sigurður Árni, þá 8, Kristján Valur, 3, séra Þórir, 6, séra Þórhallur, 4, séra Agnes og 7, séra Sigur Guðmundsdóttir og 2, séra Örn Bárður. Þá var það sem sagt séra Gunnar Sigurjónsson sem fyrstur svar. Fyrir spurningin, hvað viltu gera í málefnum presta sem þurfa að sinna mjög víðfeðmum og erfiðum prestaköllum með tilheyrandi kostnaði sem leggst á prestana sjálfa? Þetta náttúrulega þekki ég frá því ég var prestur á Skeggjastöðum og Bakkafirði og ég þarf svo sem ekki rekja fyrir prestunum, þau þekkja nú starf mitt sem kjarafulltrúa. Það hins vegar alveg ljóst hvað varðar þetta almennt séð, það verður að gera brauðamat. Það grundvöllurinn fyrir því að við fáum mælikvarða á það hvernig þjónustan í einstaka sóknum og land allt.
Við þurfum að horfa á það út frá því hvernig þjónustu við ætlum að veita innan þjóðkirkjunnar. Og það getur vel verið að það sé ekki hægt að hafa vegna það er að segja dreifðari byggðir geta þurft á fleiri möskvum að halda, það sé fleiri prestum til þess að við ætlum að halda uppi þessu þéttriðna þjónustuneti land allt sem gerir okkur raunverulega þjóðkirkju. Hitt svo annað mál að það er algjörlega ótækt að það skuli ekki vera gerði starfssamningar almennt séð við presta. Þannig er það nú hjá öllum öðrum fyrirtækjum og stofnunum, þá á maður bara að geta spurt, hvað stendur í starfssamningnum þínum? Hvað ertu með mikið þar? Ef það kemur út fyrir þann starfssamning, þá verður að semja við viðkomandi starfsmann sérstaklega. Þannig gerist það hjá fólki almennt séð á vinnumarkaði. Varðandi hvað leggur til að hægt sé að gera til að styðja við baki á litlum að févan og sóknum, byrjum á sóknargjöldunum. Það þarf bara að hjóla í það mál strax og fá lögfræðimat á því hvernig á því stendur að 1194 krónur sem innheimtar eru sem félagsgjöld fyrir félaga í þjóðkirkjunni en skilast einungis sem 704 krónur. Gengur ekki upp. Þannig að það þarf að byrja á því. Númer 2, að þá lagði ég fram tillögu núna á síðustu prestastefnu þar sem að kannað verði með hvaða hætti sóknir geti tekið gjald fyrir afnot af kirkjum. Leitað skuli við að sóknarbörn fái gjaldfrjáls afnot af sóknarkirkju sinni. Þannig að ég vil gjarnan að menn fari að horfa til þess að það er ekkert sjálfgefið að það sé hægt að veita þessa þjónustu fólki sem jafnvel segir sig úr þjóðkirkjunu og vill svo koma og fá allt mögulegt, alls konar þjónustu í kirkjunum. Liðin, hvað kemur bara mest? Og það er doktor Sigurður Árni. Ég heyri sögur að duglegir prestar fara að velta vöngum yfir því að rifa svolítið seglin í sínu starfi af því að þeir greiða svo mikið með sér í embætti. Þetta er náttúrulega ótækt alveg. Við eigum einmitt að verðlauna þau sem eru að leggja mikið á sig í störfum með því að greiða eðlilegan kostnað. Það er svona sjálfsvirðingarmál þjóðkirkjunnar að greiða útgjöldin og ótækt að prestarnir séu að nota fjölskylduféð í akstur. Svo er það hitt sem að ég vil taka undir líka með séra Gunnari að prestaköllin er að verða allt og stór, það er búið að grisja á mikið og það má ekki grisja meira að mínu viti því að þegar að prestaköllin verða svona gríðarlega stór að þá fara að koma eyður og blettir í þjónustuna. Þannig að það verður að stoppa í þeim efnum. Varðandi fjárvana sóknir og kirkjur, þetta er eitt af fyrstu skrefunum eða fyrstu verkum nýs biskups að kalla til breiðfylkingar kirkjufólks allt land til þess að sækja þessa fjármuni sem að ríkið heldur. Þetta eru gríðarlegir fjármunir og ég veit ekki hvort þið gerið ykkur grein fyrir því að það eru 500 milljónir á þessu ári sem að ríkið heldur tilbaka af fé sem í raun á að renna til kirkjunar. Á þessum 3 síðustu árum er þetta á annað 1000 milljónir. Hvað væri hægt að gera í kirkjustarfinu fyrir á annað 1000 milljónir sem að ríkið heldur tilbaka? Hugsið ykkur allt barnastarfið, hugsið ykkur allt þetta starf sem að hægt er að koma á. Þarna er óréttlæti og við höfum verið að sækja þetta og við þurfum að sækja þetta saman en best er sóknin þegar að kirkjan er stöndug og kirkjan er öflug og sinnir góðu starfi, þá verður hlustað á beiðni féð. Það er alveg ljóst að það er ekki hægt að gera ráð fyrir því að prestar beri sjálfur persónulega kostnað af sínu embætti. Það þarf að gera þeim erindisbréf þar sem er metið hvað er rétt að viðkomandi geri og þessi greitt í hlutfalli við það. Ég bendi hins vegar á að tekjumöguleikar safnaðanna eru annars vegar sóknargjöldin og hins vegar eru þetta líka samkomulagið kirkjujarðirnar. Við minni á að kirkjujarðirnar stóðu áður undir miklu meira heldur en bara launum pressins, stóðu undir starfinu líka. Við þurfum að hugsa þetta upp á nýtt, ég mæli með því.
Í sambandi við fjármannasóknir þá það þannig Þingvallakirkja sem í þjóna hefur 200.000 krónur á ári fyrir í tekjur og einn organisti í einni messu kostar milli 30 til 60.000 krónur. Það er fljótlega að meta hvernig maður fer að þessu. Það var alltaf hugsað þannig að héraðssjóðirnir og jöfnunarsjóðirnir væru til að styrkja Litlu-Sofnina og aðalatriði það við þurfum nýja hugsun. Þeir ríku eiga að styðja hina fátæku. Það er allavega engin lausn í því að sameina litlar sóknir. Takk. Og næstur séra Þórir Jökull. Já, góð systkin, þetta eru hvort tveggja spurningar sem ég langar til að svara út frá eðli og tilgangi kirkjunnar í heiminum. Það mikilvægasta er fyrir litlar og fjármanna sóknir, það er það að þær njóti prestsþjónustu. Að söfnuðurinn eigi kost prestsþjónustu. Og svo bendi ég auðvitað á það að litlar og fjármanna sóknir, þær eru hluti af samfélagi sóknar sem þjóðkirkjan er. Þannig að það er ekkert óeðlilegt við það að stærri sóknir, ríkari söfnuðir taki það með í reikningin að það eru fátækari bræður og systur innanum. Hvað varðar þetta gamla klassíska vandamál sem ég man mjög vel eftir frá því ég var í prestsþjónustu á Íslandi, þetta með það að reka bíl. Það er í raun og veru sígilt vandamál sem að aldrei hefur fundist nein endanleg lausn á. Og þetta vandamál hefur vaxið og stækkað við það að prestaköll hafi verið lögð saman. Og það þarf að finna einhvern kvóta, einhvers konar kerfi á þetta, prestur borgi fyrir rekstur bíls og slíks, bara að hámarki eitthvað. Og síðan komi kirkjan sem stofnun eða sem samfélag til móts við það til að létta reksturinn á þessum þarfasta þjóni bílnum. Ég held að það sé einmitt eitthvað sem að bíður okkar. Það er að þessi óskaplega stóru svæði sem komin er til sögunar í bæði þjónustu prófasta og presta á landinu, að þetta sé orðið óþægilega stórt og sums staðar svo stórt að það er varla unnt að veita því þá ræktarsemi sem krafist er. Þannig að þetta þarf allt saman að endurskoða með það fyrir augum að færa það í einhverju mæli til fyrra horfs. Tími liðist. Og næst er það séra Þórhallur. Síðan séra Agnes. Já, það er gaman að því að heyra að ég eftir að finna lausn á vandamálum. Þannig var að ég starfaði sem prestur út í Svíþjóð þar sem voru 10 sóknarkirkjur, ég var upp í sveit þar og Svíþjóð er nú ansi stór eins og við vitum og það umdæmi sem ég hafði var mjög stórt og þeir leystu þetta vandamál. Og vandamálið var einfaldlega leyst þannig að ég átti heima í borg sem heitir Uppsala. Á morgnana klukkan 6 fór ég upp í strætó, keyrði upp í sveit þar sem að beið mín bíll og bílinn hafði ég svo allan daginn til þess að keyra í sókninni og sinna mínum störfum og svo þegar ég fór heim kvöldið þá bara lagði ég bílnum og fór í strætó og ók heim til mína fjölskyldu. Það er í raun og veru þannig, því miður, að kirkjan okkar er dálítið stefnulaus. Stefnumótun kirkjunar sem var gerð hér í upphafi aldarinnar rann út árið 2010 og við höfum ekki rætt almennilega ennþá hvernig við viljum hafa þessa hluti. Til dæmis varðandi presta sem að þurfa að keyra svona mikið og er í allt og stórum prestaköllum og viðfömmum. Við höfum ekki rætt hvernig við viljum bæta það upp. Viljum við gera það með staðaruppbót, með einhvers konar koma til móts við það og launalega séð, útvegaðinn bíl eða hvað. Ég get komið með fullt af góðum loforðum eins og góður pólitíkus, en ég er á móti svona loforðum. Aftur á móti vil ég fá ykkur sem þekki þetta svo vel. Ég keyrði hérna til dæmis núna fyrir mánuðinum Þingeyjarsýslurnar. Ég keyrði hér Húnavatnssýslu, ég er búin að keyra hérna hringinn í kringu landið og veit alveg nákvæmlega hvað er stórt. Ég er búið út á landi hálfa mína ævi. Við þurfum að setjast niður og móta stefnu. Hvernig viljum við hafa þetta? Viljum við kaupa bíl sem býður handa prestinum? Viljum við gera þetta einhvern veginn öðruvísi? Það sama við litlu sóknirnar. Það eru til, ég er í 10.000 manna söfnuð í Reykjavík. Eigum við ekki að koma til móts við litlu söfnuð? Ég heimsótti Grímsstaði á Fjöllum. Það búa 5 í sókninni. Akkur á það ekki Hafnarfjarðarkirkja að koma til móts við Grímsstaði á Fjöllum og hjálpa þeim? Stefnumótun. Við þurfum að setjast niður og við þurfum að ræða saman. Til þess þarf fólk eins og ykkur sem að vill koma til móts við litlu söfnuðina og stóru söfnuðina og við stjórn kirkjunar
en við hefum ekki bara komið einhver lofur og segja ég vil gera þetta svona eða hinsegin, heldur við þurfum að sitjast niður. Lausnirnar eru til, eins og ég nefndi út í Svíþjóð, við þurfum bara kannski að senda eitthvað þangað með blað og blýant til að spyrja, en við þurfum að gera þetta saman. Já, það eru 2 spurningar. Hvað viltu gera í málefnum presta sem þurfa að sinna mjög viðkvæmum og erfiðum prestaköllum með tilheyrandi kostnaði? Það er alveg ljóst að þegar verið að breyta að þá lendir kostnaðurinn á einhverjum. Það er bara spurning um hverjum. Ef hann lendir ekki á yfirstjórninni, þá lendir hann á sókninni, prestinum eða einhverjum öðrum. Því kostnaðurinn er alltaf svo sami. Hann færist bara til, en auknum ferðakostnaði presta verður að svara, held ég, með endurskipulagningu. Við verðum að hugsa þetta upp á nýtt hvernig við eigum að hafa þetta. Það er ekki endalaust hægt að stækka og það endar þannig að presturinn situr bara heima á sínum bæ og þá þurfa aðrir að borga kostnaði við að koma til hans. Við þurfum að finna út hvernig þetta er og þetta hlýtur að vera samvinnuverkefni prestsins og safnaðarins og yfirstjórnarinnar að finna út úr þessu. Varðandi hitt atriðið, hvernig er hægt að styðja við baki á litlum og fjölvanna sóknum, þá setti ég niður nokkur atriði. Það þarf náttúrulega fyrst og fremst að vinna af því að sóknargjöldin hækki. Það er að segja að ríki greiði þau sóknargjöld sem þau eiga að gera og hafa lofað að gera. Og það er verið að vinna í þeim málum, þau hækkuðu örlítið daginn og það þarf að vinna áfram og ekki gefast upp fyrir en að fullri upphæð er náð. Síðan er náttúrulega hægt að það þarf að auka tekjurnar einhvern veginn til þess að koma til móts við aukin útgjöld. Það er hægt að standa fyrir samskotum í messum eða samkomum. Það er til dæmis hægt eins og þó að það sé nú ekki beint í kirkjunnar en kirkju kórsins og af því þá fara að kaupa orgel í Bolungarvík. Það er í kirkjukórin að setja á fót revíu, ætlar að selja inn, gefa auðvitað vinnuna og allt það. Það þarf líka að kanna leiðir til þess að jöfnunarsjóður geti nýst betur en til framkvæmda. Þannig að litlar sóknir geti sótt í hann án þess að leggja fram á móti kostnaðaráætlun til framkvæmda. Já, þá bara segi ég ekki orð meira. Tvær spurningar, önnur presta og hin sóknir. Og mér langar eiginlega bara til að taka undir allt það sem hér hefur verið sagt. Og það er nú kannski kosturum við það að ferðast með sumagleðin landið, að við erum allan eins og sammála að við erum með marga hausa og brætt saman í einn. Það er nú ekki öllum málum en ég held að við séum öll sammála þetta atriði. Og eitt af því sem er kannski mikilvægast af öllu við þetta samtal er ekki í rauninni lausnirnar sem við komum með, heldur það að við skulum hafa flækst svona víða og heimsótt svona marga, vegna þess að aðalmálið er það, föttum við hvað málið snýst? Föttum við það? Og ég hef fundið það eru orðin 12 ár síðan ég var landsbyggðarprestur. Ég er búin að vera helmingina af mínum tíma í prestskap sem landsbyggðarprestur. Og bara það að fara út á land aftur og finna hvað þetta kemur við budduna, fara með ferjunni við Breiðafjörð og borga 14.000 kall fyrir jeppan og mig, það svona rífur upp á manni augun. Og það er dálítið gott. Og það er það sem að kannski skiptir mestu máli fyrir það samtal sem við eigum, samtali við ykkur, við prestana og sóknirnar. Til viðbótar við það sem hér hefur verið sagt brauðamat og annað slíkt sem ég tek allt undir, það langar mig til að nefna starfsmannamálin. Vegna þess að þegar að prestaköllin eru orðin svona víðfeðm og erfið, þá þarf líka að sjá til þess að prestar séu hvíldir. Þetta er kostnaðarmál en þetta er líka spurning það að viðhalda gæðum, að halda vel utan fólkið sitt. Og sóknirnar, auðvitað verðum við að ná aftur sóknargjöldunum. Og þið vitið það miklu betur heldur en við hvernig á að fara því að spara og spara. Þið hafið sparað og mörg ykkar eru að leggja bara mikið með ykkur í starfinu. Og mér langar til að þakka ykkur fyrir það. Ég geti sagt hérna eitthvað sameiginleg innkaup og ýmislegt svona klókt, en þið vitið þetta allt saman sjálf. Og bara takk. Ég sagði hérna fyrr að strúktúrbreytingar eða skipulagsbreytingar myndi ekki frelsa kirkjuna.
Hins vegar þarf að huga skipulagi og það þarf að fara onni í saumana á því. Auðvitað er það ekki réttlætanlegt að presturinn borgi úr eigin vasa mikinn ferðakostnað vegna þess að hann er að sinna sínu embætti. Við verðum líka að spyrja okkur nákvæmar hvað er átt við, hvers konar dæmi er þarna á ferðinni í þessari spurningu. Það gæti verið eitthvað atvik þar sem sagt er bara, þú hefðir ekki þurft að fara. Eða svarið væri, já ég veit þú varðst að fara. Þetta er auðvitað flókið mál, en meginreglan hlýtur að vera svo að prestar sitji við sama borð og séu ekki að leggja fram úr eigin vasa vegna skyldustarfana. Ég man það fyrstu árum mín í prestskap, áður en að laun okkar hækkuðunum í kjaradómi og svo kjararáði upp úr 1990, þá borgaði ég með mér fyrstu 5 árin. Kaupið dugði engan veginn fyrir að lifa bara venjulegu svona hógværu lífi. Fjavana sóknir. Við verðum að spyrja okkur núna eftir góðæristíman. Það var nefnilega góðæristími eftir 1987 þegar sett voru lög sóknargjöld og við erum búin að lifa í ótrúlegri veislu að streyma peningar hafa gert inn til safnaðana og ekki síst þeirra stóru. Þessi tími er liðinn. Nú bara verðum við að spyrja okkur í heimi takmarkara gæða, hvernig ætlum við að skipta kökunni? Hvar ætlum við að halda út í starfi? Hvernig getum við haldið út í starfi í landinu öllu með lámars tilkostnaði en hámars árangri? Þetta er eitthvað sem við verðum að fara í saman. Og það verður ekki reiknað í Excel-skjölum fyrir Reykjavík. Excel-skjölin taka ekki tillit til tilfinninga fólks og kærleikans til kirkjunar heima í héraði. Við verðum í samtali með heimamanna og kirkjunar í heild að finna lausnir til þess að halda úti sem öflugustu starfi með sem minnstum tilkostnaði. Og svo kann að vera að við verðum að fara úr þessu kerfi þar sem við fáum peningana bara sjálfvirt inn og fara út í það að taka samskot, að fólk finni að það verður að leggja á sig og leggja sig fram til að halda kirkjunni lifandi. Þá er það næstu 2 spurningar og það núna er að séra doktor Sigurður Árni sem byrjar og Örn Þorður þar á eftir. Það er spurning sem númer 5 á blaðinu. Hún er svohljóðandi: á seinasta ári fengu prestar send meðal annars 2 bréf, annars vegar frá Þjóðskrá Íslands og hins vegar samþykkt Kirkjugarðasambands Íslands. Í báðum þessum bréfum var sagt frá nýju fyrirkomulagi án viðhlítandi kynningar og því einhliða ákvörðun að ræða. Telur þú það eðlilegt að svona sé staðið á málum að hver sem geti tekið ákvörðun hvernig prestar og sóknarnefnda fólk hagi sínu starfi? Og hinn spurningin er spurning nr. 2, hún er styttri: telur þú stöðu jafnréttismála í þjóðkirkjunni nægjanlega góða? Þessi spurningar er nr. 5 og 2 og það er doktor Sigurður sem byrjar og síðan séra Örn Þorður og Sigríður Guðmundsdóttir þriðja. Og svo Þórir Jökull, séra Gunnar, Þórarinn Heimisson, séra Agnes og séra Kristján. Spurningin er næsta lokuð og kannski er bara einfalt að segja nei. En það er svo að öll tilskikkunar stjórnsýsla skilar ekki miklu, hún er frekar vond. Samtalið og samráðið er miklu betra heldur en fyrirskipunin og við þurfum að láta samtalið vera það sem einkennir starfið í kirkjunni. Þessi bréf sem að vísað er til í spurningunni, þau koma ekki frá biskupsstofu. En ég mun sem biskup sjá til þess að svona bréf séu ekki send út sem tilskikkunarbréf, heldur séu það bréf sem að eru grundvölluð á samtali og samráði og séu eðlilegt framhald og niðurstaða af því sem að rætt hefur verið í samhengi kirkjunnar. Varðandi jafnréttismálin þá tel ég það vera skyldu mína sem jafnréttissinna, kristins manns og ábyrgðarmanns í kirkjunni að stuðla að því að jafnréttisstefna þjóðkirkjunnar nái fram að ganga. Þjóðkirkjan hefur mjög skýra og klára jafnréttisstefnu og við eigum að hlýða henni og vinna henni fylgi. Og áhersla mín er ekki aðeins að jafna rétt karla og kvenna heldur að efla samstarf karla og kvenna í kirkjunni. Og ég seti forgang bæði fræðslu jafnréttismál og starfsreglur. Ég til dæmis hlynntur því að við förum að huga því að setja
ákvæði í starfsreglur kirkjunnar jafnrétti og til dæmis þegar að ljóst að á vinnustöðum í kirkjunni er einhæfing annars kynsins, að þá verði tekið tillit til þess í auglýsingum að það eigi að ráða hitt kynið. Og þetta, ég mun beita mér fyrir því sem biskup eða kirkjuþingsmaður að á þessum málum verði tekið í starfsreglum. Sammála mörg á því sem sagt var, tilskipanir ofan eru ekki, virka yfirleitt ekki vel, en stundum þarf að breyta hlutum. Ég almennt á móti því að valdi sé beitt með tilskipunum og ég tala nú ekki að valdi sé misbeitt. Og það eitur í mínum beinum, hvort sem það í stjórnsýslu, á alþingi, hjá ríkisstjórn eða yfirstjórn kirkjunnar. Og því miður hef ég séð valdbeitingu á öllum þessum stöðum. Það þarf að tala gegn slíku og hafa einur til þess að mæla gegn slíku. Ég vona þetta svari. Við þurfum að hafa meira samráð breytingar sem gerðar eru og ná samstöðu hið góða starf, þannig að okkur líði vel. Þá spurningi telur þú stöðu jafnréttismáli í þjóðkirkjunni nægilega góða? Ég ætla að koma fram og víkja fyrst huga okkur annarri spurningu. Ísland réttlátt þjóðfélag? Í framhaldi af því segi ég, það ekkert kyrrstætt í lífinu í þessum efnum. Við stefnum að réttláttu þjóðfélagi og við verðum að berjast fyrir því og við stefnum að jafnrétti og verðum að berjast fyrir því. Og kirkjan hefur sett fram jafnréttisstefnu og henni ber auðvitað að standa við samþykktir sínar og gera allt sem hún getur til þess, hægt og bítandi, að ná því markmiði að við njótum öll sama réttar innan kirkjunnar til starfa og ábyrgðar og annað. Og svona fagna því að það til svo mikið af góðu fólki, svona leiða það fram til þjónustu á jafnréttisgrundvelli. Fyrri spurningin fjallar samstarfsaðila kirkjunnar sem að stundum senda bréf og spurningin var það hvort að það sé hægt að svoleiðis samstarf sé einhliða, að það séu send út bréf án þess að það sé rætt við prestana á móti. Ég held að þetta séu ólík dæmi og að við þurfum alltaf líka að velta fyrir okkur að kirkjan getur ekki sett sér sjálfdæmi það hvernig allt eigi að vera, hvernig eyðublöð eigi að vera og annað slíkt. Þannig að það mikilvægt að við bæði sýnum mikinn samstarfsvilja en krefjumst þess líka samstarfsaðilum okkar að þeir sýni okkur virðingu. Seinni spurningin, hún var jafnréttisáætlun kirkjunnar og í gær þá skrifaði ég grein jafnréttisáætlun kirkjunnar á heimasíðu mína sem sigridur.org, organdi Sigríður, getið ekki klikkað á þessu, mjög biskupslegt. Í þessari greina þá ræði ég heilmikið jafnréttisstefnuna og í hverju hún felist, hver séu markmið hennar og hin vandaða framkvæmdaráætlun sem sett var fram. Ég nefni líka þetta sem ég sagði við ykkur áðan 110.0 stöðuna, 1000 ára sögu ósýnileika kvenna og það kirkjusögulega tækifæri sem að nú, á þessum akkúrat núna, til að breyta kirkjusögunni. Það sem að mér finnst staða jafnréttismála alls ekki nógu góð. Það til jafnréttisstefna en það hefur ekki tekist að fylgja tímaramma hennar og ég tel það vera mjög mikilvægt að stofna stöðu jafnréttisfulltrúa og að styðja við bakið á jafnréttisnefndinni og það vil ég gera með því að auglýsa, að sem biskup myndi ég ekki vilja auglýsa stöðu biskupsritara, heldur starfsmannastjóra. Mér finnst það vera geysilega brýnt verkefni og að sá starfsmannastjóri eigi jafnframt að vera jafnréttisfulltrúi og hafa menntun í jafnréttismálum. Og svo bara eindregið það sem kirkjan á að gera að fara að stjórnsýslulögum, auglýsa allar stöður og þá megum við vel við una.
bræður og systur, ég á auðvitað erfitt með að svara svona í með einhverju nákvæmni. Við horfum til þess þegar kirkjan fær send bréf og þar einhvers krafist sem ekki hefur verið haft samráð Ég viss það að þetta er einfaldlega gert á grundvelli þess samstarfs sem að milli kirkjunnar og opinberra aðila hefur verið í gegnum ár og aldir. Og við náttúrulega lifum ennþá við þetta kerfi sem að við lærðum og tókum í arf frá Lúther að furstinn setur sínar reglur og ríki heimsins eitt og Guðs ríki annað, og á sviði Guðs ríkis vinnur kirkjan en samt í heiminum. Samráð alltaf best, og ég veit að það sem í Danmörku að Danir gera í opinbera kerfinu ekkert án þess að hafa það sem þeir kalla höring eða kanna jarðveginn fyrir einhverju sem að þarf að breyta. Það auðvitað alltaf best. Hvað var það jafnréttisstefnu kirkjunnar? Þá hef ég sagt að kirkjan má ekki gleyma hennu. Við getum þegið af heiminum allan rétt en glata sál okkar. Við megum aldrei blanda þessu tvennu saman. Við þurfum að efla virðingu kynjanna á milli í kirkjunni. Það hluti af því að vera kristinn maður. Enginn á að gjalda kynferði síns í kirkjunni, hvorki hvað varðar embættis eða stöðuveitingar. Það mín skoðun. Það séra Gunnar, Sigurðsson og síðan séra Þórhallur. Agnes og Kristján. Já, hér að venju 2 spurningar. Það spurning 2 og 5, ef ekki rétt hjá mér. Svarið við þeim annars vegar nei og hins vegar nei. Seinna neiið á reynda við fyrri spurninguna og fyrra neiið á við þá seinni. Hvað varðar bréfaskeyti og annað slíkt og tilmæli, Kirkjugarðasamband Íslands þarna sérstaklega nefnt, það varðar nú reyndar öll trúfélög í landinu og lífsskoðunarfélög, þannig að þetta ekki sérmál þjóðkirkjunnar. Ég algjörlega á móti því að prestar eigi bara að fá svona einhver tilmæli það þeir eigi að hafa hlutina með þessum hætti. Þetta ekki gert með aðra fagstéttir, sem þýðir það að sjálfsögðu á að ræða slíka hluti. Hvað varðar hitt svo annað mál, hvað varðar þessa skýrslugerð fyrir Kirkjugarðasambandið, þá ég nú búin að setja mig inn í þetta. Og þetta ekki alls slæmt að þetta skuli vera með þessu fyrirkomulagi, þannig að það eiginlega slæmt dæmi að taka, þó að boðleiðin hafi verið alveg snellt og vitlaus. Hitt síðan sem við fengum varðandi skráningu, nafnskráningu við skírn, ég hygg að það sé verið að vísa til þess. Þar var ákveðið tækifæri og ég sá það fyrir mér að við gætum nýtt okkur þetta til þess að breyta aðferðafræðinni og gerði það í minni kirkju og við Magnús vorum afskaplega ánægðir með það, auglýsti það síðan á prestalistanum að við varum búin að stíga þetta skref og einhver aðri vildu njóta þess. Nú Sigríður hafi vit á því, hún vildi endilega fá þetta sett upp og ég fór náttúrulega bara í biskupsvísitasíu upp í Grafarholtið og setti þetta upp þar, svoleiðis að þetta ekki virka alveg fullkomlega, prýðilegt að heyra það. Þannig að í þessu geta legið líka ákveðin tækifæri. Nú hvað varðar jafnréttismálin, það þarf nú bara varla það að fjalla. Hjá mér var starfandi prestur tíma sem nú komin til Frakklands í Strasbourg og blómstrar þar, blómstrar enda líka í Dýranaskirkju. Hún átti marga úrskurði, jafnréttisnefnda bæði kirkjulegra og borgaralegra, hún hafði dómsúrskurði þar sem augljóslega var á hennar rétt brotið. Þarf þetta frekari vitnana við? Þetta ekki í góðu lagi, enda ég búin að segja það sem ég þarf. Já, hann búin að segja það sem segja þarf. Þetta alveg, mér langar til að taka það meira út varðandi nákvæmlega þessar skýrslur, bara almennt tala þetta þegar verið að senda svona tilskipanir, ekki bara frá þjóðskrá eða Hagstofunni, heldur líka frá biskupsstofu eða öðrum slíkum. Ég meina það óteljandi dæmi þetta, þið þekkið þetta prestarnir sem hérna og þið sem í sóknarnefndunum. Það alltaf verið að segja okkur svona áttu að gera. Það líka varðandi til dæmis samstarf milli sókna eða hvað það nú Það alltaf búið að kalla mig í Hafnarfirði, ég veit ekki hvað marga fundi út af til dæmis bara samskiptum sókna þar. Og það alltaf verið að segja okkur svona á þetta að vera. Vígslubiskupar, biskupsritari, prófastar.
svo fréttir maður út í bæ að það er búið að breyta þessu öllu saman og það er enginn sem hefur samráð við okkur. Þetta á ekki að vera svona. Varðandi jafnréttismálin, þá er ég ákaflega jafnréttislega sinnaður. Ég á 3 dætur og kona mín er prestur, eins og ég nefndi hérna áðan. En ég trú ekki á svona, þið vitið, loforða pólitík. Ég vil miklu frekar tala reynsluna. Ég satt sjálfur í þessari jafnréttisnefnd sem að hér hefur verið minnst á í 7 ár og við tókum á mörgum mjög erfiðum málum þar sem að brotið á konum og ég hef búin að lesa jafnréttisáætlunina líka og það er alveg hrikalegt að við skulum sitja upp með áætlun sem að enginn fer eftir og það er alveg hrikalegt að þurfa að sitja í jafnréttisnefnd eins og ég gerði og margt annað gott fólk ár eftir ár og taka ákvörðun og komast að niðurstöðum að það verði brotið á konum og svo sendum við áætlunina áfram og henni stungið undir stól, alveg eins og jafnréttisáætlun. Það verður að breyta þessu og við þurfum ekki að skipa nefnd í málið enn eina. Við getum bara tekið biblíun okkar og flett upp í Galatabréfinu. Það sem stendur hér er ekki karl eða kona. Við erum öll eitt í Kristi og í Guðs bænum hættum þessu og verðum áfram eins og við eigum að vera eitt í Kristi. Já, fyrri spurningin varðaði bréfin sem send voru. Það er aldrei góð vinnubrögð að koma með boða ofan eða utan og ætlast til þess að eftir þessi farið. Það kallar á óánægju eins og ég sagði áðan og er vísleið til þess að ná ekki árangri. Það er ekki eðlileg vinnubrögð. Hins vegar verð ég að segja varðandi bréfi frá Kirkjugarðasambandinu þar sem er verið að breyta til dæmis greiðslum til okkar prestana. Nú þurfum við að skrá inn jarðarfarir sem við höfum og sá sem skráir inn í legstæðaskrána verður líka að senda að það sé búið að grafa og síðan fáum við greiðsluna Reykjavík og hún kemur eftir 15. næsta mánaðar í staðinn fyrir eins og var í Bolungarvík ég labbaði bara með reikningin yfir til gjaldkerans yfir göttuna og fekk hann greiddan strax. Þetta kalla ég miðstýringu og ég er á móti henni, ég vil frekar grændastýringu. Varðandi stöðu jafnréttismála, markmið jafnréttisstefnu þjóðkirkjunnar er, samkvæmt því sem stendur í því plaggi, að stuðla að jafnri stöðu og jöfnum rétti kvenna og karla í þjóðkirkjunni og jöfnum möguleikum kynjanna til starfa, áhrifa og þjónustu. Ég tel að þessu markmiði hafi ekki verið náð og meðan svo er, þá verður að vinna markvisst að því og tek undir það sem sagt hefur verið hér. Það á að fara eftir þeim stefnum sem samþykktar hafa verið á kirkjuþingi. Það á ekki bara að samþykkja eitthvað og setja svona í skúffu, hina frægu kannski. Það þarf að vinna markvisst að þessu og jafnréttin er ekki náð ennþá. Það hafa komið mér sér tölulegar upplýsingar fram það hér í dag. Já, ég er mjög sammála því sem að áður hefur framkomið að það er ekki góð stjórnsýsla að vera bara á fjarstýringunni. Hitt er annað mál að við höfum jú enga aðkomu að þjóðskrá. Við reyndum að gera tilraun til þess að hafa áhrif á skýrsluformið en þau taka ekki mark á því. Og ég verð að segja að það styttist þar að þau kýta greinilega með við þann anda sem þar er ríkjandi og það verði engar skýrslur teknar frá prestum. Þetta er vegna sem menn mun ekki viðurkenna neina embættisverk prestana, það verður allt borgaralegt og síðan bara fylgir þið kirkjunni á eftir. Í sambandi við stöðu jafnréttismála þá er alveg augljóst að staða jafnréttismála í þjóðkirkjunni er ekki nægjanlega góð fyrir en ekkert er út á hana að setja. Það er ýmislegt gott við en sko við erum ekki náð því marki og þá er þetta sko nærri mér höggvi. Ef ég er mjög spenntur fyrir jafnréttisstefnunni, af hverju var ég þá að bjóða mig fram til þessa embættis, þar sem augljóslega á næst að vera kona biskup. Ég hef það myndir afsökunar, ef ég verið valinn þá losnar annar staða biskups. Takk fyrir. Nú ætlar það aðeins að breyta stíl. Nú ætlar að bera fram bara eina spurningu og það er 1 mínúta til að svara. Það er spurning nummer 1 á blaðinu. Hvert er þú vera brýnustu viðfangsefni þjóðkirkjunnar á næstunni? Hvert er þú vera brýnustu viðfangsefni þjóðkirkjunnar og það er fyrst séra Örnbárður, svo séra Sigríður, séra Þóreyjur, séra Gunnar, Þórhallur, Agnes, Kristján og Sigurður Árni. Það er séra Örnbárður. Það er spurning nummer 1 og 1 mínúta. Bara hún? Já, það er náttúrulega það. Kirkjan þarf að biðja
Hún þarf að iðja. Það er hlutverk hennar á öllum tímum. Brýnustu verkefni kirkjunnar frá upphafi eru 3: að sinna helgihaldi, kærleiksþjónustu og fræðslu. Þetta þrennt hefur alltaf verið efst á borði kirkjunnar frá fyrstu tíð. Helgihald, kærleiksþjónusta, fræðsla. Boðun, elska, uppfræðsla. Við stöndum í erfiðum sporum núna. Getum við bjarga kirkjunni? Ég efast það. Getum heldur ekki eyðilagt hana vegna þess að hún er í hendi Drottins. Treystum því, en gerum það sem í okkar valdi stendur. Biðjum og iðjum. Brýnustu verkefni þjóðkirkjunnar á næstunni eru að eiga samtal við þjóðina trú og mannréttindi í fjölbreyttu samfélagi og að ræða fordómalaust álitamál líðandi stundar. Það þarf að styrkja söfnuðina. Það þarf að efla tengslin við söfnuðina og það gerir biskupinn helst með því að fara út í söfnuðina, fara og heimsækja bæði presta og djákna og starfsmenn og söfnuði. Það þarf að dreifa valdi og efla lýðræði og það þarf að breyta stjórnkerfi kirkjunnar með öfluga starfsmannastefnu, endurskipulegningu stofnana og gagnsæja stjórnsýslu að leiðarljósi. Við skulum ekki sparka í bílinn, við skulum fara eftir veginum. Góðir fundarmenn, stefnumið kirkjunnar og biskupa hennar á komandi tíma munu taka af því mót að hún finni staðfestu sína í þjóðlífinu, staðfestu sem að hún getur í friði búið við og landsmenn. Það sér ekki fyrir endan á því verkefni, en vonin og trúin þau vísa til hins fullkomna sem kemur og í því munum við eiga hlutdeild í starfi kirkjunnar, takist henni að halda stöðu sinni og rækta land og líð í anda Krists. Séra Gunnar. Nú. Ég tók því auðvitað. Ég vil að hlutverk kirkjunnar sé sem skýrast það sem við lesum í Garðbréfinu. Ég vil að hlutverk kirkjunnar verði það sem skýrast lesum við í Filippbréfinu. Gleðina og trúmennskuna. Ég vil að þjóðkirkjan fái tækifæri til þess að sinna því hlutverki sínu að vera boðberi fagnaðarerindisins á meðal fólks. Að kirkjan fari að rækja það hlutverk sitt sem að henni hefur verið falið frá örófi og frá upphafi. Að við verðum kirkja. Ég held að það sé brýnasta verkefni. Ég vil gjarnan stuðla að því að það verði meiri samhugur og samvinna innan þjóðkirkjunnar, að við finnum að við séum, svo í endurtakinu eiginlega bara Þórhall, því að hann sagði þetta svo snilldarlega vel, að við verðum eitt í Kristi. En við þurfum að hafa fyrir því. Var einhver annars að þú vilt ekki að við séum eitt í Kristi. Þórhall vill ekki að við séum eitt í Kristi, en ég vil það. Já, príðilegt. Það var nú Jesú Kristus sem sagði það, en allt í góðu lagi með það. Ég vil að það sé svona. Nákvæmlega svona að við fáum að upplifa það að við erum saman í þessu. Þar með fór það. Það var víst Páll sem sagði þetta. Já, hvað er brýnasta verkefni þjóðkirkjunnar? Það er búið að svara þessu fyrir okkur. Það stendur hér í Jakobsbréfi: verið gjörendur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess. Af hverju er traustið hrunið? Af hverju er við komin niður í 28%? Af því að fólk veit að kirkjan hefur ekki verið gerandi orðsins. Hún hefur þóst bera fram orðið. Hún hefur verið spillt, hún hefur verið hástéttakirkja, hún hefur verið kirkja sem er að gera einhverja hluti sem fólk bara þolir ekki að horfa upp á að kirkjan sé að gera. Fólk elskar kirkjuna sína, fólk elskar söfnuðin sín, fólk vill að kirkjan sé gerandi orðsins. Við getum haldið áfram að bera fram alls konar loforð. Við erum dugleg við það biskups frambjóðendur eins og hverjir aðrir góðir framsóknarmenn og sjálfstæðismenn og ferðum landið og aðrir pólitíkusar. En það skiptir ekki máli saman hvað við lofum miklu ef við erum ekki gerendur orðsins. Fólkið veit
hvort sem það í kirkjunni eða utan, hversu mikið sem það trúir eða ekki, það vill að kirkjan geri það sem hún kölluð til. Já, brýnasta verkefni kirkjunnar á hverju tíð að boða orðið, boða fagnaðarerindi Jesú Krists í predikun með kærleiksþjónustu og með fræðslu. Fræðslumálin eru líka stór hluti af kirkjulegu starfi núna vegna þess að fræðsla út í samfélaginu í skólanum hefur minnkað, þannig að við verðum að leggja meiri áherslu á það. Síðan eru svona praktísk mál eins og fjármál stofnunarinnar og sóknana sem verður að vinna að. Það þarf að vinna að tiltekt og skipulagi á til dæmis biskupsstofu og það þarf að vera meira áherslu á kynningarmál því að ég álít það að erindi kirkjunnar, þjóðkirkjunnar til okkar þjóðar leyndarmál. Ég finnst fólk ekki vita nóg það hvað við erum að gera. Þetta best varðveita leyndarmálið eins og ég orða það stundum. Við þurfum að koma framfæri því góða starfi sem framfyrir kirkjunni. Við þurfum og það liggur fyrir þjóðkirkjufrumvarp sem verður rætt hérna út allt land á næstunni, svo þarf að brúa bilið milli yfirstjórnar og safnaðana og ná sátt breytingar. Það þarf að standa vörð trúna meðal þjóðar og einstaklinga með boðun og fræðslu og kærleiksþjónustu. Það þarf að tryggja tekjur safnaðana, það þarf að laga lögin kirkjuna. Það þarf að efla menntun starfsfólks, það þarf að efla samkennd safnaðana, það þarf að endurvekja traustið, það þarf að syngja og biðja og lesa og svo syngja eftir. Þetta nú söngvar sumargleðinnar. Nú hafið þið heyrt þessa söngvar. Þetta eru góðir söngvar og við erum að leggja til í þetta átaksverkefni þjóðkirkjunnar. Og ég vil leggja áherslu á barna- og unglingastarfið. Það á að vera flaggskip kirkjunnar. Við þurfum að taka höndum saman í sambandi við fjármálin og snarauka tekjurnar. Við þurfum að ræða samstarf ríkis og kirkju. Við þurfum að fara að tala almennilega og skýrt og klárt verkefnið framundan í þeim málum. Og við þurfum að huga að græðara starfinu. Efla fólk til átaka. Kirkjan þarf að vera farvegur elsku Guðs. Það mesta, besta og stærsta verkefnið framundan. Nú ráðan að líta lókum þessa fundar og frambjóður fara þessi lokaorð. Ef það einhver örstuð fyrirspurn sem brennur á fundarmanni þá sér að Gunnlaug og bara með sem með einnig sem að menn svara bara úr sætinu með málsgrein. En ég ekki aðeins, ef ekki að vísa aðeins og fættur og setja strax niður á. Það var mjög stutt. Höfuð herðan njótaði. Gjörðu svo vel. Hún dæmi. Nú gerist það að prestur brýtur svo vígsluheit sig að hann segir í predikun að Guð eigi einvörðungu tilvist í hugarheimi manna. Hver skylda biskups í því sambandi? Og allir við höfum ekki verið kemta skyldi að séra Kristján, þú segir bara eftir því hvernig þú segir að séra Kristján Valur svarar bara biskup og svo séra Sigurður eftir því hvernig þú segir þetta. Já, hann, þú hefði nú getað valið léttari spurningu, Gunnlaugur. Það hefði náttúrulega að tala við mannin, það að fyrsta. Og heyra ef hann ætlar að halda þessu áfram, þá hefur hann brotið rétt sinn gagnvart söfnuðinum til þess að boða orðið. Sammála þessu. Ef guðdómurinn bara tilbúningur, þá getur boðun kristins manns ekki staðist. Þannig að það verður að byrja á að tala við mannin eða konuna, laga guðfræðina og ef ekki gengur þá þarf áminningu eða brottvísun. Já, svona til útskýringa fyrir fundagestir sem hafa ekki séð þá var búið að bera þessa spurningu upp á Facebook og ræða hana heilmikið þar. Þakka þér fyrir, þetta var góð spurning. Ég persónulega vorkenni presti sem myndi lenda í þessu vegna þess að ég myndi finna til með honum að þurfa að standa fyrir framan fólk og segja þetta og trúa þessu raunverulega sjálfur. Hugsið ykkur
að koma til dæmis til fjölskyldu sem er búin að missa aðstandanda sinn, koma að fólki sem hefur kannski mist einhvern erfiðan sjúkdóm eða slys eða einhverju svoleiðis og segja bara ég trúi nú bara ekki á Guð og eilífið ekki heldur og þetta bara, við erum einhvern veginn bara að láta það reddast. Ég vorkenni svoleiðis manni og ef hann virkilega meinar þetta, þá myndi ég vilja hjálpa honum að losna undan þessari ánauð að þurfa að standa fyrir framan fólk, trúlaus og segja eitthvað sem hann trúir ekki á. Ég myndi ekki vilja sitja fyrir framan einhvers konar refsidóm og hýðan og rekan svo, heldur segja elsku vinur, það er ekki gott fyrir því að vera hérna, ég veit þér líður illa, get ég ekki hjálpað þér að komast hérna burt og byrja nýtt líf annars staðar. Svona mál koma upp alltaf öðru hverju og við eigum í kirkjusögu Íslands á 20. öld svona dæmi. Að sjálfsögðu er samtal það sem er það fyrsta sem gert er í slíkum tilvikum og ég held nú að það sé nú nokkuð ljóst öllum prestum sem að missa trúna að viðkomandi hugsar sinn gang og ég veit persónuleg dæmi þess að prestur hafi sagt af sér prestskap vegna þess að trúin hvarf.